Góðan daginn. Nú fer fram 30. fundur sveitarstjórnar Múlaþings. Fundurinn haldinn í fundarsal sveitarstjórnar að Lyngási 12 Egilsstöðum. Í dag miðvikudagur 14. desember 2022 og segi fundinn settan. Fyrir fundinum í dag eru 37 liðir og fyrsti liður á dagskrá fjárhagsáætlun Múlaþings 2023 til 2026. Fyrir liggur fjárhagsáætlun 2023 ásamt 3 ára áætlun sem byggðaráð vísar til síðari umræðu í sveitarstjórn. Og ég ætla að gefa Birni Ingimarssyni orðið, gjörðu svo vel. Forseti og gott fundarfólk, ég ætla að fara hér yfir helstu niðurstöðutölur og þær eru sem hér segir. Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2023 munu nema 8.713.000.000 króna samkvæmt samstæðu fyrir A- og B-hluta, en að þar á nema rekstrartekjur A-hluta 7.521.000.000 króna. Rekstrargjöld fyrir fjármagnsliði og afskriftir verða alls 7.342.000.000 króna í samstæðu. Þar af eru rekstrargjöld A-hluta áætluð 6.868.000.000 króna. Afskriftir ársins í samstæðu nema 468.000.000 króna og þar af 276.000.000 króna í A-hluta. Fjármagnsliðir verða neikvæðir 661.000.000 króna í A-hluta, fyrirgefið í samstæðu og þar af 515 milljónir í A-hluta. Eftir fjármagnsliði, afskriftir, skatta og óreglulega liði rekstrar afkoma ársins jákvæð 230 milljónir króna í samstæðu. Afkoma A-hluta hins vegar neikvæð og nema rekstrargjöldum frá rekstrartekjur 137 milljónir króna. Veltufé frá rekstri jákvætt 1.259.000.000 króna í samstæðu. Þar af veltufé frá rekstri í A-hluta jákvætt 595 milljónir króna. Fjárfestingar ársins 2023 nema nettó 1.749.000.000 króna í samstæðu og þar af 500 milljónir króna í A-hluta. Afborganir af lánum og leiguskuldbindingum hjá samstæðu verða 1.057.000.000 króna árinu 2023, þar af 790 milljónir í A-hluta. Heildarskuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 12.934.000.000 króna í árslok 2023 fyrir samstæðu og þar af nema heildarskuldir og skuldbindingar A-hluta 8.960.000.000 króna. Skuldaviðmið samstæðu A- og B-hluta mun nema 118% í árslok 2023. Fjárhagsáætlun 2023 til 2026 í heild sinni verður öðru leyti aðgengileg á heimasíðu Múlaþings. Og fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árin 2023 og 2026 hér með lögð fram til síðari umræðu í sveitarstjórn og afgreiðslu. Takk fyrir mig. Við þökkum Birni Ingimarssyni sveitarstjóra fyrir þessa yfirferð. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir framlagða fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árið 2023 við seinni umræðu ásamt 3 ára áætlun 2024 til 2026. Fyrri umræðum fjárhagsáætlunina fór fram 9. nóvember. Ég ætla nú að opna mælendaskrá undir þessum lið. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundamenn. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, nú búinn að fara vel yfir heildarmyndina á fjárhagslegu stöðu Múlaþings samkvæmt fjárhagsáætlun 2023 til 2026. En mér langar þó til að stikla aðeins frekar á örfáum tölum og staðreyndum sem gott og mikilvægt að vekja enn frekar athygli á. Eins og kom fram þá rekstrarniðurstaða á B-hluta samstæðuna fyrir árið 2023 áætluð jákvæð 230 milljónir. Sem 105 milljónir króna jákvæðri útkoma en gert var ráð fyrir í fyrirliggjandi 3 ára áætlun. 2024 hún áætluð jákvæð 530 milljónir og áætluð stigvaxandi jákvæðri ár frá ári. Rekstrarniðurstaða A-hluta fyrir 2023 áætluð þó neikvæð 137 milljónir sem þó aðeins 1,4 milljón krónu lakari niðurstaða en gert var ráð fyrir í 3 ára áætlun. 2024 áætlað að við sjáum jákvæða rekstrarafkomu í A-hluta
106 milljónir og 25 þá áætlað að verði jákvæð afkoma 241 milljón og aðeins hækkandi ár frá ári. Þetta mikilvægt því að við verðum að þróa reksturinn í þessa átt í verulega jákvæða niðurstöðu bæði í A og B hluta. Samkvæmt verðbólguspá þá spáð lækkandi verðbólgu en hún hefur verið gríðarlega há á þessu ári, 8,2% en næstu ár áætlað að verðbólgan lækki verulega niður í 5,6% 2023 og 2,6% 2025. Við háa verðbólgu þá brennur upp okkar fjármagn eins og annara einstaklinga og minna verður til fjárfestinga og til að reka okkar góða sveitafélag. En við erum samstillt að viðhafa ábyrgan rekstur og sinna vel nauðsynlegri uppbyggingu og halda úti góðri þjónustu fyrir íbúa okkar og því höldum við áfram. En varðandi verðbólguna þá langar mig að koma hérna aðeins með tölur, áhrif þessara verðbólgu sem hún hefur haft á Múlaþing, efnahag Múlaþings. Samkvæmt 3 ára áætlun þá var gert ráð fyrir að vextir og verðbólga væru 181 milljón og það var miðað við 3,2% verðbólgu. Úr varð 8,2% verðbólga og þá áætlað 450 milljónir í vexti og verðbætur. Þannig að mismunurinn af þessu, svo fjárhæð sem hefur í raun brunnið upp þá hjá okkur, 270 milljónir. Þannig að við sjáum hvað verðbólgan gerir okkur. Afkoma næstu ár áætluð mun betri en 3 ára áætlun segir til Samstæðan stendur vel undir sér þrátt fyrir gríðarlega fjárfestingar séu framundan í öllum þéttbýliskjörnum. Veitur 100% í eigu sveitafélagsins og áforma fjárfestinga fyrir tæpar 1300 milljónir árið 2023. Framlög og styrkir koma þar inn að hluta 355 milljónir þannig að netto fjárfesting veitna á árinu 2023 áætluð 933 milljónir. Veitur eiga að standa vel fjárhagslega undir þessari nauðsynlegu uppbyggingu. Veltufé frá rekstri bæði í samstæðin og í A-hluta einnig mun hærri en í 3 ára áætlun og fjárfestingar miklar en þær netto áætlaðar árið 2023 í A-hluta 540 milljónir og 1750 í samstæðinni. Mikil þörf á alhliða uppbyggingu í öllum þéttbýliskjörnum Múlaþings og þarfagreining stýrir uppbyggingu innan fjölskyldusviðs og þar Seyðisfjarðarskóli í algjörum forgangi og það verkefni fyrir strax af stað á komandi ári með greiningu hönnun og útboði 23 og 24 og 750 milljónir í sjálfa bygginguna 25-27. En ég ætla ekki að orða allar fjárfestingar hér enda 10 ára fjárfestingaráætlun undir næsta lið en staðið við allar fjárfestingaráætlanir sem lágu fyrir til grundvallar sameiningar og gert enn betur í þeirri uppbyggingu í fjárfestingaráætlun okkar. Skatttekjur sem útsvar, fasteignaskattur, jöfnunarsjóður, lóðaleiga hækka 705 milljónir á milli ára sem 12% aukning. Framlegð rekstrar, EBITDAn, áætluð árið 2023 8,7% í A-hluta og í samstæðu A og B EBITDAn áætluð 15,7%. Ákjósanleg viðmiðunargildi milli 15-20% og gera verður því betur í rekstri A-hluta en næstu ár áætluð afkoma A-hluta mun betri og mun þá prósentan hækka ár frá ári. Múlaþingar því að koma ágætlega út úr erfiðu tímabili, hárra verðbólgu og verðbólguspá verður verulega lækkandi sem skapar svigrúm fyrir nauðsynlegar fjárfestingar og gera enn betur í þjónustu og ábyrgum góðum rekstri samhliða. Íbúum við Múlaþingi hefur farið fjölgandi og í lok október síðastliðinn voru skráðir 5.215 íbúar og hefur því fjölgað 160 manns frá því í byrjun ársins sem fagnaðarefni. En ég hef nú farið yfir helstu niðurstöður sem mig langaði að hnykkja á og mun samþykkja fjárhagsáætlun Múlaþings 2023-2026 hér á eftir. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu, mælendaskrá opin undir þessum lið. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá lesið tillögun upp aftur. Sveitarstjórn samþykkir framlagða fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árið 2023 við seinni umræðu ásamt 3 ára áætlun 2024 til 2026. Fyrri umræða fjárhagsáætlunina fór fram 9. nóvember síðastliðinn. Þeir sem eru samþykkir tillögun réttu upp hönd.
Það er samþykkt samhljóða. Já, sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson ætlar að fá að koma hér upp og leggja fram bókun, gjörðu svo vel. Forseti, fólk. Ég ætla að lesa bókun frá Austurlistanum og VG í Múlaþingi. Þrátt fyrir að samþykkja fjárhagsáætlun harma fulltrúar Austurlistans og VG í Múlaþingi þá niðurstöðu að lækka eigi álagningarhluta fasteignagjalda og verða framlögum frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga fyrir vikið. Þar sem svigrúm þykir til lækkunar tekna sveitarfélagsins í A-hluta væri skynsamara að ráðstafa þeim með þeim hætti að framlög Jöfnunarsjóðs skertust ekki. Með því móti mætti með árangursríkari hætti lækka álögur fyrir íbúa Múlaþings með áherslu á þá fasteignagjalda það er ungar fjölskyldur sem mest eru á því að halda. Takk fyrir það. Þessi bókun er þá hér með lögð fram. Við förum þá í lið númer 2 sem er fjárfestingaráætlun Múlaþings 2023 til 2032. Fyrir liggur 10 ára fjárfestingaráætlun fyrir Múlaþing sem samþykkt var í umhverfis- og framkvæmdaráði 5. desember 2022 og vísað til sveitarstjórnar til afgreiðslu. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi 10 ára fjárfestingaráætlun og tekur undir með umhverfis- og framkvæmdaráði að mikilvægt sé að áætlunin sé árlega uppfærð í tengslum við fjárhagsáætlunargerð. Ég ætla að opna mælendaskrá til þessum lið. Forseti ætlar að biðja fyrsta varaforseta að taka við og forseti hyggst taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég er komin hér upp til þess að fagna því að við séum komin með 10 ára fjárfestingaráætlun. Hana hefur mikið verið fjallað, fólk hefur haft á henni skoðanir, nefndir og ráð sem er gott og mikilvægt. Ég tel að þær breytingar sem gerðar voru á henni á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs á síðasta fundi hafi tekið mark af þeim gagnrýnu röddum sem fram komu varðandi fjárfestingaráætlunina. Þær gagnrýnu raddir sem voru hvað hæðst og einna helst var nefnt var að flýta Seyðisfjarðarskóla. Samhliða því að við unnum 10 ára fjárfestingaráætlunina er nú búið að vinna og koma með tillögu að undirbúningshóp fyrir Seyðisfjarðarskóla og er það núna í nefnda heimastjórn búið að tilnefna, fjölskylduráð er að tilnefna og umhverfis- og framkvæmdaráð mun tilnefna og samþykkja erindisbréf núna í byrjun árs. Í því erindisbréfi er gert ráð fyrir, og það er ósamþykkt, en það er uppleggið í því, þar sem verður lagt upp fyrir umhverfis- og framkvæmdaráð, verður að sú nefnd fari í bæði þarfagreiningu, síðan yfir í hönnun og klára gögn og gera þau klár fyrir útboð. Þegar við vorum búin að skoða það nákvæmlega hver störf þessa undirbúningshópa ætti að vera, þá er okkur það alveg ljóst að tímalínan á því er ekki bara 1 ár, við teljum að það þurfi að lágmarki 2 ár í það og 10 ára fjárfestingaráætlunum var breytt með því móti að gert er ráð fyrir 20 milljónum í Seyðisfjarðarskóla á næsta ári og 20 milljónum á þar næsta ári og síðan framkvæmdum í 2 ára eftir það. Ég tel að það sé ekkert ólíklegt að framkvæmdin sjálf taki 2 ár og því held ég að þetta sé raunhæft og ég held að þetta sé lausn sem taki mið af þeim gagnrýni sem komið hefur fram. Fjárfestingaráætlunin sjálf er býsna metnaðarfull. Hún gerir ráð fyrir því að við náum að hækka og auka fjárfestingafé svona aðeins jafnt og þétt yfir þetta tímabil og ég vona að það standi. Það er mikils virði í okkar stóra sveitarfélagi að við horfum bæði til þeirra staðar sem við erum með hér í sveitarfélaginu, þeirra þarfa og þess vegna er ágætt að þessar stóru framkvæmdir séu byggðar á einhvers konar þarfagreiningum frekar heldur persónulegum pólitíkum og ég tel að þessi fjárfestingaráætlun beri þess merki. Fjölskylduráð er ennþá að vinna sínar tillögur að þeim verkefnum sem koma á eftir Seyðisfjarðarskóla og óska eftir að fá að koma með þær tillögur inn í endurskoðun fjárfestingaráætlun á næsta ári og það er vel hægt að verða við því. Þannig að ég ætla að segja hér fyrir hönd umhverfis- og framkvæmdaráðs sem samþykkti þetta samhljóða að við erum stolt að leggja þetta hér fram í sveitarstjórn og við vonum að það sé einhugur það að leggja þetta fram svona en minni á að við verðum í endurskoðun og þessu strax bara í upphafi fjárhagsáætlunarvinnu á næsta ári. Takk fyrir. Já, Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu og Hildur Þórisdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel.
og ég mun fela forseta aftur stjórn fundarins. Já, forseti ágætu fundamenn. Það eru býsna góða fréttir að sé búið að bæta við 20 milljónum árið 2024 í grunnskóla á Seyðisfirði, en það komu, bókanir frá heimastjórn á Seyðisfirði, ungmennaráði og umhverfis- og framkvæmdaráði þar sem mikil áhersla var lögð á að þetta brýna verkefni verði unnið eins hratt og við mögulega getum. Ég ger þá ráð fyrir að teikningar hönnun verði þá klár á næsta ári, ekki satt. Það er gert ráð fyrir því, þar næsta. Mig langaði þess að fara hér yfir, hér settar 50 milljónir til 4 ára á Fjarðaborg á Borgarfirði. Mig langar að vekja athygli á að það er eina verkefni á Borgarfirði sem við erum að setja fjármuni í og það er gríðarlega mikilvægt að það fara að ganga dálítið hraðar, þannig að við förum að sjá uppbyggingu á Borgarfirði líka, og mér langar líka að vekja athygli á því að þar eru verkefni sem hafa beðið lengi eins og götur og gangstéttir sem að svona við þurfum að fara að huga svolítið að hér í sveitarfélaginu okkar. Sömuleiðis er mikilvægt að björgunarmiðstöðin á Djúpavogi, að það verður svolítið hlúð að því verkefni. Ég sé að hér setta 10 milljónir 24 og svo setta 70 milljónir 27. Og ég svona bind vonir við að það verði hægt að vinna það verkefni dálítið hraðar en við erum að gera ráð fyrir í okkar áætlunum. Nóg í bili. Takk fyrir. Mælendaskrá er opin undir þessum lið. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þröstur Jónsson Sveinsson, fulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og gott fundarfólk. Já, þetta er metnaðarfull fjárfestingaráætlun og stíft skal fjárfest næstu 10 árin, og ég fagna því sérstaklega að hér eru menn loksins, menn og konur, loksins farin að hugsa eins og ég hef nú barist fyrir að menn setji svolítið langtíma sín inn í hlutina þegar kemur að fjárfestingum og skipulagi. Hér hefur rætt Seyðisfjarðarskóla og ég svona fagna því að sú barátta sem kannski minnihlutinn hefur barist fyrir, að hún hefur borið árangur. Þar hef ég reyndar talað heilmikið fyrir því að hvað maður segja, flippa fjárfestingum, það er að segja að svokölluð burst á Safnahúsi, henni yrði seinkað, sem er hluti af samkomulagi sveitar og ríkis, að sveitarfélagið leggi fram ákveðin hluta á móti ríkisframlagi til menningarhús, sem er þá sláturhúsið annars vegar og Safnahúsið hins vegar. Sveitarfélagið eftir að leggja sinn hluta fram, og hér er gert ráð fyrir því að reyna að klára það sem fyrst. Ég vildi seinka þessari burst og nota peningan í annað, meðal annars Seyðisfjarðarskóla, en ekki nóg með það að ég vildi seinka henni þess vegna. Ég vildi einfaldlega gera það vegna þess þannig að við eigum borð fyrir báru. Þannig er málum vexti að það er einhver verðbólguspá í gangi og ágætur hagfræðingur sagði mér að verðbólguspá fyrir næsta ár allan, og væri svona eins og að reka þumalputan út í loftið og athuga hvað kemur á hann. Það er mjög erfitt að spá þessa hluti núna, mikil óvissa í heiminum og gengur mikið á, og þess vegna kannski eðlilegt að bæði ríki og sveit og jafnvel fjölskyldur í landinu fari varlega í fjárfestingum, og því hefði ég talið eðlilegt að í ljósi aðstæðna þá er þessu seinkað, og í sjálfsögðu búið að seinka þessu. Það er búið að dreifa þessu þarna á fleiri ár, dálítið, þannig að eitthvað hefur þessi barátta skilað sér. Ég eins og rak augun í það þegar ég las yfir samning ríkis og sveitar þetta í gær þegar við varum undirbúin fyrir fund,
að það verið mikið tönlast á því að það bæri að ljúka þessu verkefni fyrir 2023. Ég því miður bara með því að lesa þann samning sko, annarkvort ég ólæs eða bara skil ekki samninginn, að það er bara ekkert talað það hvernig að ljúka þessu. Þannig að ég held að sveitarfélögin sé nákvæmlega frjálst það hvernig það dreifir þessum fjármunum innan næstu ára á þetta verkefni. Og ég eingöngu að vekja athygli á þessu, ekki vegna þess að ég vil ekki sjá þessa burt rísa, heldur það að hún ekki það sem að myndi kalla bráðnauðsynleg framkvæmd. Og það eðlilegt í því sambandi eins og fjárfestingaáætlun þannig að þá fari menn varlega og þarna var möguleiki á að fara varlega og jafnvel enn varlegar heldur en farið núna en ég fagna því að það búið að dreifa þessu þarna á dálítinn tíma. Ég fagna því líka að þarna eru komin ákveðnir fjármunir inn í Seyðisfjarðarskóla og ég bara tek undir með forseta og sveitarstjórnarfulltrúa Hildi hér áðan að þarna komin ákveðin framför hvað það varðar. Annað sem ég hef áhyggjur af í fjárfestingaráætluninni í B-hlutanum. B-hlutin með stærstan hluta, mun stærri hluta í fjárfestingum heldur en A-hlutin. Og þar eru fjárfestingar hitaveitunar eða hefveitna hvað langmestar og þar ein fjárfesting sem fer töluvert fyrir brjóstið á mér og ekki brjóstið á mér heldur að ég held að það fari fyrir brjóstið á hitaveitunni sjálfur líka vegna þess að þannig hefur verið bókað í fundargerð. En það svokallar hreinsivirki við Melsodn sem núna komið inn í þessar fjárfestingaráætlun ef ég skil hana rétt og á að kosta hátt í milljarð. 940 milljónir ef maður rétt. Mér finnst þetta galið. Undir þessu þurfa holræsagjöldin að standa og þau eru bara einfaldlega ekki það mikilvæg. Ég sé ekki hvernig þetta dæmi á að ganga upp vegna þess að það jú bannað að flytja á milli veitna. Það má ekki flytja allins frá hitaveitu til holræsa. Þannig að ég hef miklar áhyggjur af þessu og sérstaklega vegna þess að þessi fjárfesting að stórum hluta til svona heilt praktist séð ónauðsynleg. Þarna á að setja upp nánast 2 þrepa hreinsivirki í ljósi þess að einhver Evrópureglugerð gerir ráð fyrir því að viðtækin Lagarfljót sé viðkvæmt ferskvatn sem hann alls ekki og það myndi svona hreint praktist séð ekki skiptir nánast engu máli hvort þarna 1 eða 2 þrepa hreinsivirki. Og ég lagði áherslu á þetta með bókun í byggðaráði á síðasta fundi ef maður rétt. Undir fundargerð hefveitna ekki það að ég vildi gagnrýna hefveitur heldur í rauninni leggjast á árar með henni að koma því í gegn að ríkisvaldið og þess vegna Evrópubandalagið skilji það að hafa til eitthvað sem heitir Jökulfljót sem bara alls ekki það sama á Bergvarsla, bara stór munur þar á. Og út frá umhverfis sjónarmiðum skiptir þetta sáralitlu máli eftir að ég ræddi við sérfræðing í þessum efnum nýverið, þá skiptir þetta sáralitlu máli þannig að þarna verið að kasta gríðarlegum fjármunum. Ég man nú ekki hver munurinn og ég veit ekki hvort að það sé búið að taka það saman, munurinn á 1 þrepa og þessu nánast 2 þrepa hreinsivirki en mig grunar að hann hlaupi einhvers staðar á 400 milljónum þannig að þessar 400 milljónir raunin að fara út gluggann fyrir nánast ekki neitt. Ég vildi vekja athygli á þessu. Þriðja atriði sem ég ætlaði að koma að hérna það að ég hef nú verið svolítið baráttumaður fyrir tónlistarskólann hér á Egilsstöðum sem í húsnæðisþröng og lít á tónlistarmenntun sem mjög mikilvæg. Margar rannsóknir, fjöldi rannsóknir sýna fram á að hvað tónlistarmenntun mikilvæg fyrir börn og menn sjá það nú helst á þeim sem hér stendur hann fór aldrei í tónlistarnám og hann eins og hann Þannig að ég vildi aðeins nefna það að sem sagt, uppbygging á tónlistarskóla sett á árin 2029 til 2030 sem býsna seint og peningurinn sem á að fara þar 130 milljónir. Bara til samanburðar að peningurinn sem á að fara í þessa burst á Safnahúsinu það 330 milljónir þannig að þessi tónlistarskóli sem á að byggja eða viðbyggingu við hann eða hvað á að gera, hann ekki að byggja við hann inn í
inn í grunnskólanum í dag, að það er þá bara einhver kvartburst, þannig að þarna finnst mér fyrsta lagi algjörlega vanáætlað og menn séu svona bara að kasta þessu inn til þess að friða einhverja samvisku og þar auki finnst mér þetta býsna seint og það mætti alveg hliðra til öðrum fjárfestingum og forgangsraða öðruvísi vegna þess að ég held menn setji forgang þessa mikilvæga starfs sem er tónlistarmenntun allt og lágt. Þar með er ég búinn að tala um þessa þrjáliði sem ég ætla að koma, það er að segja Seyðisfjarðarskóla Safnahúsin, Safnahúsið, Hreinsivirkið og svo tónlistarskólan. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Ívar Karl Hafleifsson, sveitarstjórnarfulltrúi Leðum og Ríkjari Svel. Frú forseti, það eru fundamenn. Ég kem til með að samþykkja þessu áætlun, ég eftir hún þörf, það er mjög gott að hafa þessa 10 ára sýn. En ég átta líka maður þegar menn er fara að horfa langt fram í tíman, til dæmis með tónlistarskóla, þegar maður veit ekki alveg hvað menn ætla að gera, þá kannski er þetta að setja mikið pening í það. En ég kem það líka því ég var nú að skoða eins þessa fjárfestingaráætlun okkar og við erum með bara við erum með pening í Borgarfjörð, það er búið að tala um bæði Borgarfjörð og Seyðisfjörð, við höfum kannski ekki minnst á framkvæmdir sem eru á Djúpavogi og svona þær eru þó nokkrar, en kannski það sem kannski vakti aðeins athygli mína er að ef við brjótum bara svona fjárfestingar næstu 10 ára á íbúa, þá eru Djúpavogsbúar tölur þar undir til dæmis Seyðisfjörðum og Borgarfjörðum. Þannig að við höfum gaman að því sko. En sem fulltrúi kannski hérna gamla fljóttasérðast, þá voru náttúrulega ríðu við þar lélegustu, þá er þetta skertur okkar hlutur. En ég held að þetta séu ekki, kannski gott að bera þetta svona saman. En mér finnst bara, þegar við erum að horfa, því við erum að tala um að það vanti þetta hérna og þetta þarna, ég held þessi ágætt átt því þetta er bara vinnuplagg. Við erum búin að negla niður framkvæmdir næsta ás og hvernig við ætlum að vinna það og það næsta ás. Þegar við fórum að horfa mikið lengra fram í tíman, þá er nokkuð ljóst að þetta mun taka töluverðu breytingum, en þetta veitir okkur sem það, við erum farin að sjá til því stóru myndina. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleifsson hefur lokið máli sínu. Helgi Hlynur Ásbjörnsson gerði sveitarstjórnarfulltrúi. Forseti, annað funda fólk, ég verði náttúrulega að koma hérna upp og svara sveitarstjórnarfulltrúa Ívari. Þetta var eitthvað sem lá algjörlega ljóst fyrir við sameiningu að fjárfestingarþörfin væri mun meiri í litlu sveitarfélögunum heldur en hér. Skuldir í viðhaldi voru mjög miklar, sérstaklega á Seyðisfirði, Borgarfirði og svo Djúpavogi. Í annar stað björgunarmiðstöð á Djúpavogi, ég vona að og trúi því að við hérna munum færa það framar. Það er mál sem að verður ekki mjög, eins og áætlanir eru það núna, þá er það ekki mjög útgjalda mikið fyrir sveitarfélagið og þess vegna skringilegt að vera með það einhver 5 ár fram í tíma. Það er mjög mikið þrýstingur á það frá björgunarsveit og fleirum að fara að komast á staði það verk og ég tel að við þurfum að setja þetta framar. Já, og nú svona þetta helst. Takk. Helgi Hlynur Ásbjörnsson hefur lokið máli sínu. Forseti hyggst taka til máls og biður fyrsta forsetann að taka við. Sveitarstjórnarfulltrúi Jóna Brynjarsdóttir er beðmálið. Takk fyrir. Ég fagna þessari umræðu. Ég fagna líka þeim tón í umræðuna að við séum nú svona býsna sammála þetta allt saman. Við langar að koma hérna inn á nokkur atriði. Fjarðaborgarverkefnið er verkefni sem að við áætlum að geti verið hægt að taka í nokkrum verkhlutum og þess vegna er því skipt niður. Það fer þó svolítið eftir því hvernig loka hönnunin verður og í hvaða áfengum verðist hægt að gera slíkt. Þannig að það á eftir að koma betur í ljós. Varðandi björgunarmiðstöðina á Djúpavogi, að það er alveg rétt að það hefur verið reifað að kostnaður sveitarfélagsins sé kannski ekki rosalega hár. En það stendur til að skoða það verkefni sérstaklega að því að ef upphæðirnar eru ekki þeim umfangsmeiri fyrir sveitafélagi þá er voðalega freistandi að láta ekki sveitafélagi standa í vegi fyrir því. En það þarf líka bara að koma betur ljós. Það var starfshópur sem var búinn að vinna ákveðna tillögur ákveðið langt og það þyrfti jafnvel þá bara að vinna þær aðeins lengra og sjá hvað í raun og veru heildarmyndin er þar.
Ég ætlaði nú aðalega svo koma inn á varðandi tónlistarskólan að því að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson kom inn á það. Ég get tekið undir það, ég tel gríðarlega mikilvægt að tónlistarskólinn sé staðsettur inn í skólanum og ætla svona aðeins að taka út Ívari Karli í sveitarstjórnarfulltrúa að ég held að þegar við erum að horfa á 5-10 ára fjárfestingaráætlunina þá á einhverjum tímapunkti bara jafnvel mikilvægt að hlutirnir séu þar inni frekar heldur en ákveðum upphæð sem þar af því þegar við erum komin svona langt fram inn í framtíðina þá vitum við það að margt getur breyst býsna hratt. Hverjar endalega lausnir verða fyrir tónlistarskólann á Egilsstöðum veit ég ekki alveg en ég meina það hafa margar hugmyndir komið upp ekki bara að byggja nýtt húsnæði. Það hefur verið fjallað um það að skoða mætti möguleikan á einhverju öðru húsnæði sem ef að til dæmis að veri byggðun í leikskóli á Suðursvæði og þá myndi kannski losna Tjarnarland. Það eru alls konar hugmyndir í gangi en þetta er langt fram í tíman. Ég fagna því að við náum að framkoma mikið í öllum þéttbýliskjörnum og ég held að það sé mjög mikilvægt allar það framkvæmdir sem við erum að fara núna á þessum fyrstu 10 árum þessa sveitarfélags mikilvægt að við náum að ná svolítið í þann framkvæmda skuldir sem uppsafnað voru orðið. Ég hef hins vegar ekkert endilega áhyggjur að það bitni neitt sérstaklega á þá stærsta kjarnanum sem Egilsstaðir. Ég held að það sé alveg gert ráð fyrir því að það sé líka hér hægt að stakka, hér er gert ráð fyrir stækkun Fellaskóla, og gera ráð fyrir nýjum leikskóla á Suðursvæði, tónlistarskólanum og fleiru og stækkun á íþróttahúsinu og nýju íþróttasvæði hér. Þannig ég held að við séum nú bara, getum verið býsna stolt af því að í þessari fjárfestingaráætlun það allavega það fjármagn sem leyfir okkur að setja þetta allt saman niður á blað og það sannarlega fyrsta skrefið. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljós, ég fel forseta aftur stjórn fundarins. Mælendaskrá er opin undir þessum lið. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn. Mér langar bara aðeins að koma upp líka undir þessari 10 ára fjárfestingaráætlun og ég fagna því að við séum að setja fram í fyrsta skipti 10 ára fjárfestingaráætlun. Þannig að mér sýnist nú vera sæmileg sátt við hvernig við röðum því niður og eins og ég kom líka inn á þróun verðbólgu og eins og kom líka inn á sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, við erum bara að sjá hvernig verðbólgan þróast. Þrátt fyrir að sé búið að gefa út áætlaða verðbólgu að það er áætlað að hún sé lækkandi og það skapar meira svigrúm fyrir okkur til fjárfestinga. Þannig að það eru þarna 270 milljónir sem í rauninu brunnu upp þá hér á þessu ári. Þannig að það skiptir öllu máli að verðbólgan sé mun lægri og vonandi stenst það samkvæmt fjárhagsáætlun að fram í tíman 3 ára að hún verði ekki hærri en áætlanir segja til Ég bara rosa ánægð með þetta og eins og hefur líka verið rætt mikið Seyðisfjarðarskóla. Það algjörlega komið á tíma og ég held að það hafi líka bara verið pínu misskilningur og snúist af því að auðvitað komið 20 milljónir en við allavega erum að fara í þetta verkefni þannig að það átti að fara í hönnun og svo var eitthvað gap eins og það ætti ekki að fara strax í þetta. Þetta hefur allt verið leiðrétt og mér sýnist vera sátt með og þetta líka bara í forgangi samkvæmt þarfagreiningu og ég bara fagna því. Varðandi björgunarmiðstöðina eins og talað hérna og fjárfestingar eins og ég komið inn á að við stöndum við og virðum allar fjárfestingar áætlanir sem voru í aðdraganda sameiningar hvers sveitarfélags sem gríðarlega mikilvægt. Við verum að standa við það sem við segjumst að gera og erum að gera enn betur. Og talandi safnahúsið, það var inn á fjárfestingar áætlun og það fer bara mjög vel núna inn í áætlun samhliða því sem við ætlum að fara í. Og mér finnst líka mikilvægt að virða samninga við ríkið og mér finnst það ekki það allan stendur og fellur ekki Seyðisfjarðarskóli núna verkefnið með því hvort við séum að standa okkur þar. En við verðum líka að standa okkur í samningu við ríkið og þarna getum við það alveg. Það inn á áætlun. En ég held að við séum öll bara svolítið sammála með þessa fjárfestingaráætlun. Við verðum aldrei öll alveg til í og það eru alls konar fjármagnsliðir þarna sem við hefðum vilja kannski einhverjir hafa einhverja löngu til að færa til og svona og mér finnst líka bara hún endurskoðuð árlega fjárfestingaráætlun að þrátt fyrir að eitthvað sé sett eftir 2 ára hvernig sem það ef það skapast svigrúm, við sjáum það rekstrarniðurstöða sveitarfélagsins samt betri en 3 ára áætlun og samt brunn upp 270 milljónir þannig ég bara mjög svona bjartsýn á það að við séum að reka sveitarfélagið vel og það muni skila
herri fjárhæðum til fjárfestinga og þá getum við gert enn betur en fjárfestingaráætlun segir til og ég vil það endilega. Þannig að ég er bara ánægð með þetta og ég er ánægð með þetta skref, hugsa til framtíðar og þrátt fyrir að séu einhverja tölur fram í tíman, einhver 7 ár fram í tíman að maður horfir ekkert mikið á þær, bara að þetta sé í línu við vitum að við þurfum að gera vel í þessu, svo er það ár frá ári sem að er forgangsraðað og samkvæmt þarfagreiningum og fleira bara hvað verður að bregðast við og vonandi höfum við enn frekara fjármagn í lágri verðbólgu til þess að framkvæma og gera mun betur. En takk fyrir. Mælendaskrá er opin undir lið númer 2, fjárfestingaráætlun Múlaþings. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Þröstur Jónsson Sveinsson fulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti, þannig að gott fundafólk. Nokkur atriði svona í ljósi umræðunar. Ég tek undir þetta með sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlín varðandi björgunarmiðstöðina. Ég líti á það sem mjög mikilvægt verkefni og ég vona að flestir geri það. Aðeins sambandi við það sem að sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa nefndi hérna áðan, verðbólguna. Ég bara því miður ekki að bjartsýnn hún. Ég held að þessi verðbólga geti farið gjörsamlega úr böndunum á næsta ári. En látum á það reyna, ég ætla ekki að vera spámaður í þeim efnum og aðeins líka aftur það sem að Berglind Harpa nefndi hér áðan sambandi við að við verðum að standa við samninga við ríkið. Bara svo ég árétti það að ég er ekki að leggja til það að samningar við ríkið veri brotnir þessa blessaða safnahús. Eins og við bentu áðan þá virðist ekki verið í samningnum negin tímamörk á það hvenær sveitarfélagið á að vera búið með sinn hlut. Nú ef að samningsaðilar líta svo á að svo sé þá einfallega gætum að sest niður og endursami í ljósi aðstæðna. En gott og vel, það verður ekki gert en bara að koma þessu að. Það sem ég eins og er alltaf að koma hérna og er fjárfestingarverkefni sem er ekki fjárfestingaráætlun. En ég skil hins vegar ekki að það sé ekki þar vegna þess að aðalskipulagsbreyting sem er verið að vinna núna gerir ráð fyrir þeirri fjárfestingu. Og þá er ég komin aftur að margumtöluðu og heitu Melshorni að í aðalskipulagsbreytingu sem er verið að vinna núna var samþykkt sem sagt vinnuáætlun á sveitarstjórnarfundi ekki alls fyrir löngu. Þar er kveðið á að tengja Borgarfjörð eða Borgarfjarðarveg við þjóðveginn Nesveg með brú Melshorn og veg þar á milli. Þetta er reyndar veghluti sem er af svo kallari norðurleið sem að sveitarstjórn hér er búin að hafna með vali á svo kallari suðurleið og ekki svo ég viti, þá ætlar ekki vegagerðin að borga þessa brú nýja þessa vegtengingu, þannig að sveitarfélagið hlýtur að leggja í þennan veg og þessa brúagerð þarna og gróft tekið út úr umhverfismatsskýrslu vegagerðina þá mun svo framkvæmt kostengst á bilinu 700 milljónir til milljarð og ég bara beini þeirri fyrirspurn þá til formanns umhverfis- og framkvæmdaráðs hvernig standi á því að þarna sé skipulagt og borgverðingum gefin þessi gulrót að verða ekki settir meira afskekktir en þeir eru í dag með svokallega suðurleið, þetta er greinilega átt að redda þeim með því að draga það nær með kostum norðurleiðarinnar, þar sé að draga út þessa framkvæmd með brú yfir Melshorn og vegi þess að draga Borgarfjörðina sem var einn af stóru kostunum við svo kallaða norðurleið sem var hafnað. Þannig að ég spyr formann umhverfis- og framkvæmdaráðs af hverju þessi brú þá og vegur er ekki á 10 ára fjárfestingaáætlun. Nú ef að hún lítur svo á að sveitarfélagið ætli ekki að borga þetta heldur vegagerðin, þá vil ég heyra frá henni hvort að vegagerðin hafi ljáð máls á því að svo verði. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Forseti hyggst taka til svara og biður fyrsta forsetann að taka við.
Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir, beðum orðið, gjör svo vel. Takk fyrir. Þessi aðalskipulagsbreyting sem Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi fjallar hún byggir á því að breyta ekki því sem var nú þegar í aðalskipulagi. Það var sem sagt þessi brú yfir Melshorn og hluti vegarins sem var ákveðið að taka ekki út, ekki fyrir þær sakir að sveitarfélagi sæi endilega fyrir sér að reisa þetta sjálft, heldur var ákveðið að taka þetta ekki út að sinni. Því var hins vegar og liggur fyrir að nú á að fara að gera nýtt aðalskipulag fyrir Múlaþing og þar reiknum við með að umræðan þetta komi nánar til. Vegagerðin hefur ekki tjáð neitt það hvort að þeir muni koma að kostnaði við þessa vegtengingu. Við höfum svo sem heldur ekki leitað sérstaklega til þeirra af því að ákvörðunin var í raun og veru að taka þetta ekki út, það var í raun og veru ekkert farin eitt lengra með það að svo stöddu. Og í raun og veru í ljósi þess hvar málið statt þá tel ég það ástæðulaust að þessu sinni. Hins vegar held ég að þegar við förum í aðalskipulagið að nýja að þá opnast þetta mál eins og önnur í aðalskipulaginu sem við þurfum þá bara að skoða og meta hvort að við teljum að eigi að vera inni eða breyta. Aðalskipulagið að fara á fullt núna í byrjun næsta árs. Þannig að ástæðan fyrir þetta ekki fjárfestingaráætlun að því ég sé ekki fyrir mér svo staðan í dag að sveitarfélagi sé að fara í þessar framkvæmdir. Hvort þetta haldist inn á aðalskipulagi kemur þá í ljós í aðalskipulagsvinnu. Takk. Fleiri sem vilja kausa ljós undir þessu lið? Ekki á fleiri kausa ljós, ég fel forseta aftur stjórnfundarins. Takk fyrir það. Ekki mælendaskrá tæmd. Ég hyggst að bera tillöguna upp. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi 10 ára fjárfestingaráætlun og tekur undir með umhverfis- og framkvæmdaráði að mikilvægt sé að áætlunin sé uppfærð árlega í tengslum við fjárhagsáætlunargerð. Þeir sem eru samþykkir þessu réttu upp hönd. Samþykkt með 10 atkvæðum. Einhver sem situr hjá. Já, það getur það. Já, forseti, annað fjölda fólk. Í ljósi þessar umræðu hér og í ljósi þeirrar miklu fjárfestingar sem var að nefna sem stendur til hjá Veitum og ég ekki búinn að sjá alveg að menn komist hjá henni eða ætli að gera sitt til þess að koma þessu niður í minni kostnað og eins þeirra virki og þess að þetta með þetta blessaða safnahús sem að mér tel ónauðsynlega fjárfestingu sérstaklega í ljósi ótryggra aðstæðna hvað varðar verðbólgu og aðrar fjárhagslegar aðstæður í framtíðina. Þá ætla ég ekki að bera ábyrgð á þessari fjárfestingaráætlun og ég ætla að sitja hjá. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur gert grein fyrir atkvæði sínum í lið númer 2. Við höldum þá áfram í lið númer 3, gjaldskrá 2023. Fyrir fundinum liggja tillögur að gjaldskrám fyrir árið 2023. Í ljósi þess hvað tillagan löng, þá mun ég lesa hana upp einu sinni hér í upphafi, síðan verður hún tekin til samþykktar að umræðum loknum. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir eftirfarandi gjaldskrár fyrir árið 2023. Álagningar hlutfall fasteignaskatts verði sem hér segir. A-flokkur 0,475%, B-flokkur 1,32%, C-flokkur 1,65%. Álagningar hlutföll lóðarleigu og eignarlóðu Múlaþings eða 0,75%. Fjöldi gjalda af fasteignagjalda verði 9, fyrsti gjalddagi verði 1. febrúar og síðasti 1. október. Fráveitugjald verði 0,33% af fasteignamati fasteigna og lóða. Vassgjald per fermeter hús krónur 307 krónur. Fastagjald vass á matseiningu verði krónur 10.794. Árlegt vassgjald af sumar- og frístundahúsum skal þó vera að lágmarki krónur 33.814. Heimild til lækkunar fasteignaskatts hjá tekju litlum elli- og örorkulífeyrisþegum 2022 og væntanlega vera 23 þarna. Hámark afsláttur verði 113.694. Viðmiðunartölur tekna hjá einstaklingi verði lágmark 4.370.000, hámark 5.681.000. Viðmiðunartölur tekna hjá hjónum verði lágmark 5.165.950, hámark 6.545.000.
Gjaldskrá hjá Múlaþingi árið 2023 fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs, gjaldskrá fyrir hunda- og kattahald og gjaldskrá vegna handsömunar og vörslu búfjár, gjaldskrá fyrir hafnir Múlaþings, gjaldskrá þjónustumiðstöða og gjaldskrá gatnagerðargjald, byggingarleyfisgjald og þjónustugjöld byggingafulltrúa og skipulagsfulltrúa í Múlaþingi, samanber fundagerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 24. október, 21. nóvember, 28. nóvember, 5. desember, auk gjaldskráa fyrir bókasöfnun í Múlaþingi og leigu á rýmum í sláturhúsinu og menningarmiðstöð ásamt gestamannalista íbúð, samanber fundagerðir byggðarráðs frá 29.11. og 7. desember eru jafnframt staðfestar í heild sinni. Gjaldskrá hitaveitu HEF Veitna er samþykkt var af stjórn HEF 27. október 2022 staðfesti sveitarstjórn í heild sinni. Að öðru leyti vísar sveitarstjórn til afgreiðslu nefnda í fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 á öðrum gjaldskrám og staðfestingar af þeim í fundagerð fjölskylduráðs frá 29. nóvember síðastliðinn. Sveitarstjórn leggur jafnframt áherslu á að eigi síðar en í byrjun janúar hafi gjaldskrá verið birtar á heimasíðu sveitarfélagsins. Ég ætla nú að opna fyrir mælendaskrá undir þessum lið, gjaldskrár. Það einhver sem vil taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, forseti og annað þetta fólk. Veit ekki alveg hvað skal byrja. Mér finnst það hefur verið svona frá því ég byrjaði í sveitarstjórn Múlaþings svona nokkurs konar svona þegjandi samkomulag að minni hluti síni ábyrgð og sé ekki að setja upp eilíðar sýningar, lofa einhverju sem er óábyrgt. Enda hefa fjárhagsáætlanir og gjaldskrár og allt sem því fylgir verið nokkuð sátt Mér finnst hins vegar vinnubrögðin við það hvernig það kemur til að það er að lækka fasteignagjöld ekki alveg til þess að klappa fyrir. Á síðasta byggðarráðsfundi fyrir umræðu fjárhagsáætlunar, reglulega byggðarráðsfundi skulum við segja, og það er ekki hægt að segja frá því hvort að það stæði til að lækka fasteignagjöld eða ekki, þrátt fyrir að það var spurt ítrekað því. Og það finnst mér vanvirðing við fagráðin, því að nú sit ég í fjölskylduráði og byggðarráð réttur okkur ramman og segir eitthvað svona átt að vera og svo er okkur talin trúum að við höfum einhver áhrif á þetta og þurfum að gera þetta svona og það er sagt að það sé ekkert svigrúm og svo 2 dögum fyrir fyrri umræðu þá kemur allt í einu finna menn svigrúm upp á 31 milljón til þess að lækka fasteignagjöld og þá fagráðin búin að fjalla um þetta. Ég finnst ekki til fyrirmyndar. Vegna þess að ég velti alveg fyrir mér hvort ef að menn spyrja, stjórnsýslustigið í heild sinni, ef það er svigrúm til þess að lækka tekjur sveitarfélagsins 31 milljón, á það þá akkurat að vera þar. Mér finnst kvikna hjá mér spurningar hvort að fjölskyldur á til dæmis það sem skorið við nagl talsvert hver króna skiptir máli, hvort að ef að það hefði verið spurt álits hvort að það hefði verið það sem þau teldu vera rétt að forgangsraða. En ég held að sé vert að óska sveitarfélögum landsins öðrum en Múlaþingi til hamingju með þessar 11 milljónir sem að Múlaþing afsalar sér í jöfnunarsjóði. Hafa hin sveitarfélögin meira úr að móða og
Sko, svo ég vitni nú í einn ágætan mann, hann heitir Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra. Þegar hann var spurður út í framferði leigufélags í Reykjavík, Alma, þá sagði hann, með leyfi forseta í ræðustóli: ég tel að það sé óforsvaranlegt að ganga jafn langt gagnvart fólki eins og gert í þessu tiltekna dæmi. Og viðbrögð okkar í þessari stöðu hljóta alltaf að vera þau að huga þeim sem í viðkvæmastri stöðu. Ég er bara nokkuð sammála Bjarna Ben hann. Og það að gerast að fasteignagjöld í Múlaþingi að hækka hressilega. Og þá finnst mér einmitt að það við eigum að hlusta á það sem Bjarni Ben segir og bregðast við því að við eigum að huga að fólkinu sem í viðkvæmastri stöðu. Og það fólk sem hækkun fasteignagjalda bitna harðast á að mínum dómi, það getur vel verið með einhverju sem ósammála, það ungar fjölskyldur sem eru dýrar í rekstri og svo það ekki síður þeir sem á leiðinni að reyna að koma sér inn á fasteignamarkaðinn. Því að það verður erfiðara með hækkandi fasteignaverði. En þetta að lækka fasteignagjöld, ég velti mikið mig fyrir þessari hægri og vinstri pólitík og ég alveg hættur að skilja hvað snýr upp og niður í þessu. Fyrir mér þá vita allir bara bátnu kostar eitthvað ákveðið, hægri menn vilja hafa lægri prósentur og hærri gjöld, vinstri menn vilja hafa lægri gjöld og hærri prósentur. Fyrir mér, þetta mjög einfölduð mynd, en svona blasir þetta við mér. Sveitafélagið okkar rekið, eins og kom fram áðan, A-hlutinn rekinn í 130 milljónir í mínus og þar hafa verið framlög vegna sameiningar 245 milljónir. Það verður það 23 og 4 og sameiningarframlög 25 og 6 eru 172 milljónir. Eftir 26 hættum við að fá þessi framlög. Og já, menn geta verið bjartsýnir með verðbólguspá, en við höfum oft á Íslandi séð verðbólguspá sem gera ráð fyrir lækkandi verðbólgu en vandi slíkt að spá. Gott og vel. Ef við viljum setja áherslu, ef við viljum hlusta á Bjarna Ben og leggja áherslu á þá sem í viðkvæmastri stöðu, þá, já, að mínum dómi það ungt fólk á fasteignamarkaði. Og lækka þá fasteignagjöldin þessa prósentu sem lagt til þarna í þessari bókun. Það munar einhverjum fáum þúsund köllum á ári fyrir svona hefðbundna fasteign. Og það geta verið ótal, menn geta réttlætt þetta með ýmsum hætti að það sé vert að lækka fasteignagjöld, en ein ástæða sem menn geta allavega ekki notað af því að menn að gera þetta fyrir unga fólki. Vegna þess að þeir fasteignagreiðendur í Múlaþingi sem eru yngri en 40 ára, það eru tæp 15% fasteignagjaldagreiðenda. Og já, fyrst ber nú kannski að nefna að það er tæp 19% fasteignagjaldagreiðenda eru fyrirtæki. Svo einstaklingar með kennitölu það eru 40 ára og yngri 14,5%, 45 ára og yngri þá eru komin í 24%, 50 ára og yngri þá ertu komin í 50 ára og yngri þá ertu komin í 31% tæpt. Þannig að þú þarft að teygja þig talsvert upp fyrir 50 til þess að ná í þriðjung fasteignagjaldagreiðenda sem að mínum dómi eru þeir sem við viljum hjálpa. En gott og vel. Meira en þriðjungur fasteignagjaldagreiðenda í Múlaþingi, 34% rúm, eru 67 ára og eldri og rétt eins og forseti las upp hérna áðan í bókum. Þá eiga þeir rétt afslætti ef þeir standa til þess tekjuviðmið. Eða með öðrum málsvörðum ef það metið svo að þeir einstaklingar þurfa á því að halda.
Þannig að, já, það mætti segja að þú nærð þá nú þegar til þriðjungs þess hóp sem eru 67 ára eldri, þú nærð til hóp sem 67 ára eldri, það er að segja þeir sem þurfa á því að halda, þeir fá afslátt fasteignagjalda. En það sem svíður mér er náttúrulega bara það, sú staðreynd að í veruleika þar sem svo til öll gjöld er að hækka, þá álítum við að svo að það sé gáfulegast að lækka gjaldið sem að skerðir framlög frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Mér finnst það bara vond, mér finnst það bara ekki vel farið með okkar tekjustofna. Þess vegna ætlum við að koma hérna með breytingartillögu sem er svona: fulltrúar Austurlistans og VG í Múlaþingi leggja til að álagningarhlutfall fasteignagjalda verði óbreytt 0,5% og þær tekjur verði nýttar á fjölskyldusviði sveitarfélagsins fyrir þá fasteignagjaldagreinendur sem mest þurfa á því að halda. Þannig mætti hækka tómstundaframlag og systkinaafslátt á leikskóla Múlaþings og sleppa fyrirhugum hækkunum á leikskólagjöld og skólamáltíðir. Ágangurinn nýttist til bættra rekstrar og komi sveitarfélagsins og minni lántöku þess. Að öðru leyti er ég alveg sáttur við það að hvernig menn voru búin að stilla upp gjaldskrárhækkunum. Þær eru bara, skal alveg segjast eins og eru bara nokkuð hóflegar og skynsamlegar, enda ætla ég ekki að vera sá sem sýnir ekki ábyrgð í fjármálum, en þegar A-hlutin er ekki 130 milljónir krónur mínus og það er á 245 sem við fáum beint frá Jöfnunarsjóði vegna sameiningar. Ég veit ekki alveg að A-hlutin hjá okkur sé orðin það sjálfbær að þá eigum við að kasta frá okkur okkar tekjustofnum með þessum hætti. Ég held ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu og lagt fram breytingartillögu. Forseti hyggst hafa opna mælendaskrá undir þessari breytingartillögu. Hún verði síðan tekin til afgreiðslu. Forseti mun síðan aftur opna umræðu undir fyrirliggjandi tillögu verði breytingartillagan ekki samþykkt. Þannig að núna er mælendaskrá opin undir þeirri breytingartillögu sem fyrirliggur er snýrað. Nú er mælendaskrá opin fyrir umræðu undir breytingartillögu sem Eyþór bar upp að nýta tekjurnar inn á fjölskyldusviði fyrir fasteignagjaldagreinendur. Já, Ívar Karl Hafleifsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Frú forseti, það eru fundarmenn. Ég veit alveg hvert Eyþór að fara með þessu, en ég held að það tala mjög dengtu sinni í restina því að það er okkur ljóst að þegar að fyrir lá hversu mikil hækkun á fasteignamati íbúðarhúsnæðis, þegar það lá fyrir nú á haustdögum, og þá var það strax inn í byggðari farið að skoða hvað áhrif það hefði á áætlunina og það er ljóst að þessi mikla hækkun sem er á bilinu 15 upp í 35%. Það er um að einhver skattur á fasteignir sem hækkun 15 og upp í 35% milli ára, menn áttur að það væri töluvert og það er ekkert margir skattar eða margar gjaldskrár sem taka slíkum breytingum á milli ára. Að þá var þetta að skoða hvað áhrif þetta hefði, því að við höfum auðvitað vissulega í mörg ár verið meðvituð að það sé mjög ósanngjarnt að nýti sveitarfélag ekki fulla skattheimtu í fasteignagjöldum og þá komið til skerðingar frá Jöfnunarsjóði. Það sem við eins og gerðum, við skoðum hvort það snerist íbúðarhúsnæði og annað húsnæði og hvaða tölur þarna væru, að þá er þetta skoðað og það er alveg rétt fyrir, þetta var ekkert ákveðið strax því að þetta tók töluverðan tíma og fjölda funda það sem við unnum í þessu og það sem við erum unni með þessum 5% lækkun á próstinu, semst úr 0,5 niður í 0,475,
þá erum við þessi skattur að fara að hækka 14,25% eða 33,25%. Það öll breytingin. Það töluvert mikið að auka peningum. Þessu auka peningar, þeir fóru að langstæðstum hluta. Þessu auka peningar sem kom inn í okkar sjóði út að hækkuðu fasteignamatí fóru langstæðstu hlutin einmitt í þessa nefnd sem þú vilt setja þessa pening í. Og eru grundvöldar því við getum haft hóflegar hækkanir og aðra ábyrgðir að þetta komi bara töluvert á auka peningu sem reiknuðu ekki með því að þetta var langt umfram það sem var áætlað í áætlun rekstraráætlun sveitarfélagsins. Og það tala þessa lækkun, þetta bara dempun á hækkun. Framlög í jöfnunarsjóði með áætlun næsta árs eru að fara að hækka 122 milljónir þrátt fyrir þessa 10 milljóna lækkun. Því að það nefnilega þannig að fasteignamati hefur líka áhrif þar inni, þó að það svona dálítið flókið að segja nákvæmlega áhrif inn í framlög í jöfnunarsjóðs, því að þau eru svo reikniregla náttúrulega alveg ótrúleg, en þannig að þetta væri þetta 132. Það er rétt, þetta 10 milljóna lækkun frá því, en hækkun samt 122 milljónir. Þannig að þegar við talum lækkun, það fellur töfnir, þegar þetta frekar svona demprun á hækkun. Því að þetta og svona, ef ég horfum bara til framtíðar, þá ljóst að tilgangur jöfnunarsjóðs að styðja við sérstaklega minni sveitarfélög og ég veit að það hefur endurskoðað þarna reglurnar núna það sem á að reyna að taka meira til, því nú hefur verið að fækka litlu sveitarfélögum og það verið til fleiri svona eins og Múlaþing svona meðalstór að það hefur eitthvað sem þyrfti þá að gera í framhaldinu að þeirst að passa þá úthlutunarreglur miðað við meðalstóru sveitarfélögin. Við erum bara núna komin úr því að vera lítið sveitarfélag í að vera meðalstórt og nokkuð svona miðað þeirra fjárhagsstaðin og okkar fjárhagsstaðin bara nokkuð stöndugt sveitarfélag. Að það ljóst að þessi, og ef fasteignum það heldur að horfa að hækka svona mikið, þá nokkuð ljóst í mínum huga að við getum ekki staðið því að vera með einn hæstu fasteignagjöld á fermetr á Íslandi. Því að þú getur bara borið saman þá greiðslu, þú getur bara valið eitthvað hús hérna á Egilsstöðum sem við gerðum í okkar vinnu og skoða bara hvað borga meðal íbúi í Múlaþingi á fermetr sínu húsnæði meðan við Reykjavík eða Akureyri eða alla þessa. Og það það sem urðum ljóst að við erum orðin á greiddan fermetr mjög há. En ég mun allavega að fella til minnhlutans og standa með minni. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl. Já, ég myndi segja allavega einu sinni, já. Já, Helgi Hlynur Ásgrímsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, að nefndar menn. Já, Eyþór var með tillögu, sameiginlega tillögu Austurlista og Vaflista hérna. Þetta eina tillagan. Við erum ákaflega þægileg minnihlutin. Við erum ekki að gera athugasemdir við eiginlega neitt. Við ég sitt í byggðarráði og þar kom þetta inn vegna þess að menn ákváðu að skoða fasteignagjöld hjá fyrirtækjum á húsnæði atvinnuhúsnæði. Komast að því að hækkanirnar voru ekkert rosalega þar. Þetta var reiknað í leiðinni og ég hélt bara, það hvarflaði aldrei að mér að ég ætluði að fara þessa leið. Ekki fyrir bara ég frétti það að, það á að gera þetta. Það var aldrei rætt og það var enginn sem talaði fyrir því inn í byggðarráði. Það alveg rétt sem Ívar segir, þetta ekki lækkun. Þetta lækkun á prósentu og þetta afsölun á tekjum sem hefðu verið án þeirra lækkun. Við í minnihlutanum teljum, nú ætla ég ekki að tala fyrir þröst og ég geti það á stundum, við í hinum minnihlutaflokkunum teljum að það sé betur hægt að koma til móts við þá hópa sem höllustu fæti standa með því að innheimta þessar tekjur og úthlutaða mótur. Þarna vissulega bara munur á hægri og vinstri pólitík. Af hverju eigum við að horfa, ein rökin sem ég hef heyrt að við séum í samkeppni við nágrannasveitarfélögin og við getum ekki verið með þessi gjöld hærri en nágrannasveitarfélögin.
Fjarðabyggð. Það er allt í lagi að við séum með leikskólagjöldin miklu herri og Fjarðabyggð sem er ókeypis skólamáltíðir. Við þurfum ekkert að vera að keppa við það. En við þurfum að keppa þarna. Og bara þarna. Það er algjörlega frálegt í mínum huga. Og mér finnst að þið ættu bara að sýna sjómækar í því að samþykja tillögu minnihlutans. Við erum búin að standa okkur alveg rosalega vel í að vera ekki að gera háfaða úr málunum. Takk. Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Já, ég held að við séum bara öll að gera rosalega vel varðandi þessar gjaldskrár. Fyrst að allir eru temmilega sáttir nema varðandi þennan lið. Varðandi þennan lið eins og sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason fór nú vel yfir það áðan hvað gríðarlegu auka tekjur hafa komið með auknum fasteignagjöldum. Ég fagna því verulega að fasteignaverð hefur hækkað. Við vitum það að bara gríðarlegt vandamál innan alls Múlaþings að byggingukostnaður hefur verið langt undir byggingaverði. Fasteignaverð hækkaði sem betur fer og við sjáum það að það er orðin gríðarleg uppbygging á á húsnæði og líkur á að það gerist. Við erum búin að standa okkur vel í deiliskipulagi og tilbúin á lóðir og fleira, þannig að varðandi þessa lækkun og auðvitað kergjan sem kemur upp, það er út frá þeirri hugmyndafræði sem er í jöfnunarsjóð að ef þú ert ekki að nýta þína tekjupósta og þá er þér hengt. Þegar við erum komið með húsnæði, við höfum verið á landsbyggðinni með lágt húsnæðisverð og það er ekki eins og við séum eina sveitafélagi sem er að lækka prósentu á íbúðarhúsnæði og þessi vinna sem fór fram inn í byggðarröð, það var verið að skoða þetta og það kom í ljós að atvinnulífið var var ekki með eins mikla hækkun en það kom glögglega í ljós hvað var mikil hækkun á íbúðarhúsnæði. Í stærri sveitafélögum, þannig að við vitum alveg hvernig fasteignaverð er fyrir sunnan og maður bara krossa sig að maður ætti nú að kaupa sér húsnæði á 130 milljónir og hvað þá ef skattarnir væru 0,5%. Þetta er ástæða fyrir því að það er ekki 0,5%. Þannig að þegar það koma svona miklir skattar eins og á sem að væri eins og á það húsnæði sem var 0,5% þá bara hefði fólk bara ekki fyrir mat Þannig að með hækkandi verði þá er þetta gríðarlegar tekjur sem koma með en við verðum bara að mæta þessu með lækkun. Það er ekki bara, þó hafi verið farið ég var ekki með þau gögn hversu mörg prósent af fólki ákunna aldurspili er með húsnæði á húsnæði í þessu markhóp sem þú vilt eða sem að þú, sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson vill að við förum með þessa fjármuni, þessa 10 milljónir inn í að sem betur fer það er ekki mikið leiguhúsnæði það eiga flestir ekki flestir, rosalega stór prósenta á sitt húsnæði og þetta er mikil byrði, ekki bara að borga fasteignagjöldin, heldur vitum við hvernig afborganir lána hafa verið. Þannig að þeir sem er að verða fyrir þessu gríðarlegu hækkunum, mér finnst bara að gera þetta bara brot af hækkun og tekjum sem þetta skilir til sveitafélagsins. Mér finnst bara mikilvægt að mæta þeim og ég vona innilega að fasteignaverð fari enn meira hækkandi og það verði enn meira byggt, en mér finnst bara gríðarlega mikilvægt að lækka en að tala hér hægri vinstri pólitík og hægri pólitíkin sé bara ekki andum fjölskyldur og börn, þetta hefur líka bara verið áherslan okkar. Við höfum bara ákveðið að gera vel á fræðslusviði. Við erum með þarfagreiningu, uppbyggingu, við erum með nýjan leikskóla, við tökum með börnum frá 12 mánaða aldri og borguðum ef við sinnum ekki, öll þessi uppbygging kostar fjármuni, það er bara þannig.
og við viljum gera vel í öllum þéttbýliskjörnum. Þannig að mér finnst þetta svolítið svona skökk umræða, en mér finnst einmitt að þetta er leiðilegt að útreikningurinn á því hvað við fáum frá Jöfnunarsjóði sé á þennan hátt, og því hefur verið komið á framfæri við sambandið, og sambandið og fleiri ætla í þessa herferð að þetta sé ekki reiknireglan. En eins og fyrir sunnan og gríðarlega mörg sveitafélög eru að boða lækkanir á fasteignagjöldum, og auðvitað eru þau þá að tapa fjármunum út frá þessari reiknireglu. En við erum búin að skoða þetta fram og tilbaka, og þetta er okkar niðurstaða, en ég er bara ánægð að taka þessa góðu umfjöllun hérna, og maður fá líka standa fyrir rökum af hverju við erum að stíga þetta skref. Þannig að bara takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir er lokið máli sínu. Forseti hyggst taka þetta máls og biður fyrsta forseta að Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið málið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég er ekkert hrædd við að vera ósammála. Ég get alveg skilið að minnihlutinn vilji benda á þetta. Ég ætla ekkert að fara út í smáatriði það. Við höfum bara öll okkar skoðanir og við komum hér fram mismunandi framboðum með mismunandi áherslum, þannig að það er algjörlega eðlilegt að við séum stundum ósammála. Ég held að bara svo ég tali fyrir mitt leyti og vísi hér í að fyrir fram að mér, ég er með árbók 2022 Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það sem er að gerast er að við sjáum að sveitarfélög, þau hafa verið að lækka álagningarprósentu jafnt og þétt, og þau stærstu eru komin hvað einna lægst, af því eðli má samkvæmt fasteignaverð þar orðið mjög hátt og þar lendur fasteignaskattarnir að skila miklu. Og þegar við lítum hér yfir þá getum við séð að sveitarfélög svipuð stærðargráðu okkur eru mörg farin að lækka við sig töluvert. Fjarðabyggð er hér með 0,48, við erum núna farin úr 0,47, Fljótsdalshreppur er með 0,4, við getum haldið hér áfram. Ég sá að Borgarnes sem við höfum nú oft borið okkur saman við, að það var í 0,3, sýndist mér frekar heldur 0,35, þannig að ég held að, þetta er kannski ákveðið skref sem að mér finnst eðlilegt að við tökum í ljósi þess hvað sveitarfélagi fari að verða stórt. Líka í ljósi þess að það er náttúrulega frábært að fasteignaverð hér hefur hækkað, og ég veit að það er mikið stökk fyrir greiðendur af fasteignalánum eða bara eigendur fasteigna að fara að borga meiri fasteignagjöld. Og þetta er bara eitthvað sem að við munum, og ég reikna með eftir sem sveitarfélagi stækki, að þá munum við fasteignaverði að halda fram að hækka, fasteignagjöldin þar af leiðandi sá tekjustofn muni stækka, og við getum þá samt á sama tíma leyft okkur kannski aðeins að lækka fasteignaskattin á sama tíma. En þótt að við sem gera þetta núna, þá þýðir ekki að við munum ekki geta farið í það að lækka gjaldskrá leikskóla eða lækka kostnað við skólamáltíðir, þótt við sem ekki gera það núna. Ég tel að við þurfum ekki endilega að setja þetta eitt í samhengi, því það að lækka fasteignaskattsprósentuna er ekki í mínum huga beintekking við það að við höfum ekki hug á því að lækka leikskólagjöld eða kostnað við skólamáltíðir. Mér finnst það bara að vera partur af miklu stærri umræðu. En mér langaði bara allavega að benda á það, mér finnst ágætt ef við horfum á bara og berum okkur saman við önnur sveitarfélög í þessum málu, og ég held þessi mikilvægt að við horfum til þess að á næstu árum munum við jafnvel lækka prósentuna en þá meira, og það myndi þá bara fara eftir því hvernig fasteignagjöldin muni þróast, fasteignamatið. Takk fyrir. Jónína Brynjarsdóttir er lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja kveða sér ljós undir þessu lið? Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel, og ég fel forseta afturstjórnarfundar hans. Já, forseta annað fundafólk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl kom inn á að við værum að tala um lækkanir. Ef ég gerði það var ekki það sem ég ætla að gera, því að fasteignagjöld eru svo sannarlega að hækka. Og burtséð frá því, það verður sárt fyrir fasteignagjöldagreiðendur þegar að þeir átta sig á því hvort sem þessi afsláttur verður veittur eða ekki. Það eru talin, máli sumra hafa verið talin upp ýmis sveitarfélög sem eru að lækka álagningarhlutfall.
ef það er einhver rök í málinu þá er alveg hægt að telja upp sveitarfélög sem er að hækka álagningarhlutfall, það skiptir bara ekkert alveg öllu máli. Mergur málsins er í mínum huga leyfir fjárhagsstaða sveitarfélagsins þetta. Því að til dæmis fyrir kosningabaráttuna þá fengu við, veit ég að mörg framboð fengu fjármálastjóra og bæjarstjóra að funda með sér að fara yfir fjármál sveitarfélagsins, og í máli þeirra kom fram að það væri ekkert svona til þess að rópa húrra fyrir, þó að séu aðeins bjartara yfir núna sannlega, en fyrir vikið þá sýndu að mínum dómi öll framboðin í Múlaþingi nokkra ábyrgð þegar að koma að einhverjum kosningalofum. Og núna þegar að A-hlutin, sko, þessi tekjutótt sveitarfélagi til að fjármagna A-hluta, og A-hlutin er 130 milljón krónur mínus, þrátt fyrir 245 milljónar aukaframlag, eingöngu út af sameiningu. Og þess vegna spyr ég, sko, er þetta rétti tímapunkturinn? Og svo að því að einhverjir hafa talað þessar 10 milljónir, þetta snýst, mér finnst það ekki alveg sanngjörn framsetning, og kannski er ég sekur hana sjálfur, sko, þetta snýst í grunnu það að menn meta það svo að það sé svigrúm til þess að veita afslætti til handa íbúum sveitarfélagsins upp á 31 milljón. Ef að við ætlum að lækka fasteignagjöldin, þá fá íbúar sveitarfélagsins afslætti á gjöldum fyrir 20 milljónir, en það kostar sveitarfélagið 31 milljón. Það sem minni hlutin er að tala fyrir, ok, innheimtum þessar 20 milljónir og eyðum 31 milljón í íbúa. Annað varandi þessa gjaldskrá, ég veit ekki hvort að ég kannski koma inn á þá eftir, en það er tvennt allavega sem maður tekur eftir að hækkar ekki, og lækka að raunverði. Það er tómstundastyrkur sem stendur nú í málefnasamningi meirihlutans að eigi að hækka, en hann er óbreyttur og þar af leiðandi lækkar hann á raunverði. Og svo systkinaafsláttur á leikskóla. Og það er ekki eins og þetta kosti eitthvað ósköpun öll að þessar aðgerðir geti komið fyrir, sko, sleppið að hækka leikskólagjöldin til dæmis, það eru kannski einhverja 2-3 milljónir, hækkun systkinaafslátt á leikskóla, það eru kannski eitthvað, 2-3 milljónir, nú ég tala aðeins eftir minni. Og þess vegna er þetta sett í þetta samhengi, vegna þess að þarna finnst meirihlutanum að sé svigrúm til þess að veita afslátt af gjöldum, og ég er alveg sammála því, það er bara fullkomlega eðlilegt að við séum ósammála hvernig við viljum forgangsraða því, eins og kom fram í máli forseta sveitarstjórnar. En mér persónulega þætti eðlilegra að þeim væri forgangsraðað á annan hátt heldur en til þeirra sem að þurfa síður á því að halda að mínum dómi. Og þessi gögn sem að ég var að vinna með, af því að mér fannst sveitarstjórnarfulltrúi Berglind kom inn á það, þetta er bara gögn sem ég óskaði eftir frá fjármálastjóra og vann þessar greiningar sjálfur út úr. En miðað við þessar kennitölu sem eru þarna bakvið, þá er þetta allavega staðan. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sinni. Það eru 2 á mælendaskrá. Fyrstur er Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Og honum kemur síðan sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir. Já, forseti, annað gott fundafólk. Þetta er eilíðar heitt kartafla, þessi blessuðu fasteignagjöld hérna, og ég skil bara afskaplega vel bæði sjónarmið, og ég ætla kannski að byrja á því að bara koma upp bara til þess að gera grein fyrir atkvæði mínu þessu, að þetta er svo umdeilt að þetta nær aftur í baklandi hjá örugglega framboðanum, og það gerir það í mínu framboði. Ég er í rauninni fylgjandi því að
ég semst í rauninni á móti tillögu, persónulega á móti þessari tillögu minni hlutans sem ég er ekki hluti af samkvæmt áliti meiri hlutans, þannig að ég er sennilega komin í meiri hlutan, þannig að ég er bara afskaplega gáður sko. En í baklandi mín, ég skal alveg viðurkenna það, þegar deiltum þetta í baklandinu og bara tillitssemi við það, þá ætla ég að sitja hjá hér á eftir í atkvæðagreiðslu þessa breytingatillögu. En aðeins sko að mínu áliti á þessu, svo að þá er ég sjálfst að tala kannski með veikt bakland á bakum mig, getur bara vel verið, en að mínu áliti er svolítið mikilvægt að, hvað maður að segja, að reka flóttan með þessi fasteignagjöld. Þetta er galinn skattur, þessi skattstofnin er galinn. Hann byggir á fasteignamatinu sem rokkar alveg svakalega og svo bara tekið einhver prósent af því sem getur valdið því að skatturinn eins og núna hækkar gríðarlega, 15-30%, var nefnt hér áðan á sveitarstjórnarfulltrúi, einu sveitarstjórnarfulltrúi, ég man ekki hver það var, hvort, já það var ég, það er rétt. Og nýverið þá hefur verið lagt fram frumvarp af minni hlutaflokk í íslensku ríkisstjórnin, það er að segja fólki flokksins, og ég skal bara taka ofan fyrir því fólki að leggja fram það frumvarp, það sem er rauninni lagt til að þessi fastegna skattstofnum honum sé breytt, að það sé bara sett 0 punktu núna og svo sé þessi prósenta þá bara hækkuð eitthvað hámark, 2% á árið, eitthvað slíkt hámark. Og þannig að það er aftengt, þessi skatturinn er aftengdur fastegna matinu sjálfu og mér finnst þetta góð til og bara vona að meirihlutinn ríkisstjórn hlusti á þetta vegna þess að þetta er bara hið versta mál. Hvernig þetta er tengt saman. Hitt málið svo hvernig þetta kemur inn í jöfnunarsjóðan er enn galnara og ég held að það sé ágætt að sveitarstjórnin í Múlaþingi lækki fastegna gjaldsprósentuna einfaldlega til þess að gefa svona kannski stjórnvöldin svolítið langt nef með þetta, hvað þetta er galið og það eru fleiri sveitarfélög að lækka fasteignaprósentu. Ég trúi því að þetta muni mynda þrýsting til þess að lögum fasteignagjöld verði einfaldlega breytt og þessi tenging við fasteignamatið verði afnumin á einhvern hátt, hún er, sem ég sagði áðan, galin. Að öðru leyti ætla ég bara að þakka Eyþóri Stefánsssyni sveitarstjórnarfulltrúa fyrir þá miklu vinnu sem hann hefur lagt í þetta. Það var mjög gaman að hlusta hér á hvernig þetta flokkast, hverjir greiða fasteignagjöldin og hverjir standa undir þeim. Mér finnst líka tek undir með forseta hér í ræðu sinni áðan að hvað önnur sveitarfélög eru að gera. Og ég svona persónulega finnst þetta rétt að lækka fasteignagjöldin bara flatt á alla línuna heldur en að fara að búa sér til þarna einhverja tekjur upp á, eftir hvernig við lítið á það, 20 eða 30 miljónir, nei 10 eða 30 miljónir og einhvern veginn miðla þeim út annar staðar. Með því værum við einlega sko að búa til svona leikfimi og halda þessari leikfimi við með þennan blessaða skattsvöld. En sem sagt, ég ætla að sitja hjá á eftir. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson á lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fundarmenn. Mikið af því sem ég ætla að koma inn á er þegar komið fram. Ég ætla hins vegar að benda á að það er nú líka jákvætt að fasteignamati er að fara upp á við hjá okkur. Það er honum sterkari grundvöldur fyrir því að byggja nýtt húsnæði sem er sannarlega þörf á í okkar ágæta sveitarfélagi. Stóri punkturinn í þessar umræðu er sá að sveitarfélagi er að fara mis við 11 milljónir króna frá jöfnunarsjóði og það er mjög slæmt. Þetta er framlag sem væri hægt að nýta til að koma til móts við barnafjölskyldur sem gjarnan bera mestu greiðslubyrðina, þurfa að búa í stærstu fasteignunum og svo framvegis. Greiða leikskólagjöld, tómstundagjöld og áfram mætti telja. Og stóri punkturinn í þessari breytingatillögu sem Eyþór Stefánsson lagði hér fram er sá að fara aðra leið þar sem við erum ekki að fara mis við 11 milljónir króna sem að skipta máli
fyrir barnafjölskyldur til að mynda. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur takið óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, annar fundafólk, sko, ég horfði yfir þessi tölur sem að Eyþór tók saman hverjir eiga húsnæði og svo framvegis og hvað er það stærð og ýmislegt. Þetta var mikil vinna sem hann lagði á sig. Ég sko í mínum huga þá er eitt staðsta verkefnið hjá okkur í pólitíkinni á að vera að auðvelda lífið fyrir yngra fólk. Ég er hægra megin við 50 og ég hef það bara helvíti fínt, afsakið orðbragðið prikalega. Framan að lífinu strögglamður. Við eigum hérna tækifæri til þess að færa fjármuni frá eldra fólkinu sem hefur ekkert við að gera, fólki á milli 50 og 70 og til fólksins sem er að ströggla, sem er að kaupa húsnæði, sem er með börnin, og þetta er bara í mínum huga eitt af stóru verkefnum pólitíkarinnar á að vera að auðvelda fólkinu sem er að komast út í lífið það. Og ef þið geti mótmælt því að lífið fjárhagslega sé auðveldara þegar maður er komin eða yfir 50, þá þetta mér gaman að heyra það. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls og þá mun ég taka til afgreiðslu þessa breytingatillögu sem liggur frammi fyrir fundunum og lögð er fram af Austurlista og VG. Þeir sem eru samþykkir breytingatillögunni rétt upp hönd. Það eru 4 atkvæði. Þeir sem eru á móti rétt upp hönd. Það eru 6 atkvæði og þeir sem sitja hjá, það er 1 atkvæði. Þá ætla ég að opna mælendaskrá undir tillögunni eins og hún liggur frammi. Eins og ég tók fram áðan mun ég ekki lesa hana aftur en hún snýr af gjaldskránum. Eru einhverjir sem vilja taka til máls undir gjaldskránum almennt umfram það sem umræðan hefur kannski farið fram nú þegar? Svo er ekki, þá tökum við gjaldskrárnar til samþykktar eins og bókun gerir ráð fyrir hér í drögum. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það er samþykkt með 7 atkvæðum, þeir sem eru á móti, 1 á móti og þeir sem sitja hjá. Það eru 3 sem sitja hjá. Þau 3, Hildur, Guðrún Ásta og Helgi Hlynur sitja hjá. Það skal allt færa þetta hér til bókar. Eyþór. Já. Þá er þetta allavega samþykkt. Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, ætlar að koma hér upp og lesa upp bókun. Forseti og annar fundafólk, hafðu kæra þakki fyrir þetta, frú forseti, og minna mig á þetta. Já, við viljum láta bóka eftirfarandi fulltrúar Austurlistans og VG í Múlaþingi harma þá niðurstöðu að lækka í álagningarhlutfall vaxtagjalda það bil 20 milljónir króna og verða framlögum frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga fyrir vikið 11 milljónir króna. Þar sem svigrúm þykir til lækkunar tekna sveitarfélagsins í A-hluta væri skynsamara að ráðstafa þeim með þeim hætti að framlög Jöfnunarsjóðs skertust ekki. Með því móti mætti með árangursríkari hætti lækka álögur 31 milljón króna fyrir íbúa Múlaþings með áherslu á það fasteignagjalda-greiðendur, það er ungar fjölskyldur sem mest þurfa á því að halda. Takk fyrir það. Vísa því til ritara.
Við höfum þá tæmt lið númer 3 sem eru gjaldskrár 2023. Við förum þá í lið númer 4 sem er kosning fulltrúa í embætti, stjórnir, ráð og nefndir. Fyrir liggur að skipa þarf á ný aðalfulltrúa í fjölskylduráð Múlaþing í stað Heiðdísar Höllu Bjarnadóttur sem hefur ekki tök á að sitja á fundi fjölskylduráðs. Einnig þarf að skipa á ný aðalfulltrúa í umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings og varafulltrúa í heilbrigðisnefnd Austurlands í stað Ólafs Áka Ragnarssonar sem hefur beðist lausnar. Fyrir fundinum liggur heildartillaga breytingar á þessum embættum og forseti leggur það til að ef það eru ekki mótmæli við því, þá munum við taka tillöguna upp í heild sinni, óski einhver eftir því að taka hana í sitthvoru lagi, þá getum við gert það. Forseti lítur svo að það skoðast samþykkt og ég legg þá fram þessa tillögu í heild sinni. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að Ásrún Mjöll Stefánsdóttir taki sæti sem aðalmaður í fjölskylduráði Múlaþings í stað Heiðdísar Höllu Bjarnadóttur og að Rannveig Þórhallsdóttir taki sæti sem varamaður í fjölskylduráði í stað Ásrúnar Mjallar Stefánsdóttur. Sveitarstjórn samþykkir að Björgvin Stefán Pétursson taki sæti sem aðalmaður í umhverfis- og framkvæmdaráði í stað Ólafs Áka Ragnarssonar sem beðist hefur lausnar, auk þess að Sunna Dögg Markvað Guðjónsdóttir taki sæti sem varamaður í umhverfis- og framkvæmdaráði í stað Björgvins Stefáns Péturssonar. Sveitarstjórn samþykkir að tilnefna Þórhall Borgarsson sem varafulltrúa í heilbrigðisnefnd Austurlands og skipa hann sem varaformann umhverfis- og framkvæmdaráðs í stað Ólafs Áka Ragnarssonar. Þeim sem eru samþykkir, ég ætla að opna mælendaskrá undir þessu ef einhverju vilja tjá sig. Svo ekki, þá tekið þetta samþykktar. Þeir sem eru samþykkir eftir hönd samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 5, afslættir af gatnagerðargjöldum í Múlaþingi. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dags 5. desember 2022, þar sem því beint til sveitarstjórnar Múlaþings að staðfesta fyrirliggjandi tillögur afslátt af gatnagerðargjöldum í Múlaþingi fyrir árið 2023. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs afslátt af gatnagerðargjöldum í Múlaþingi fyrir árið 2023. Verkefnastjóra fjármála á umhverfis- og framkvæmdasviði falið að sjá til þess að unnið verði samkvæmt samþykktri tillögu. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhverju vilja tjá sig það. Forseti hyggst taka til máls og biður fyrsta forstum að taka við. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Mér langaði bara aðeins að koma upp og fara yfir það eru í raun og veru tiltölulega litlar breytingar á afsláttatillögur afsláttum á lóðum. Ég vil samt sérstaklega benda á það ef að mjög áhugasamir lóðaverð í Múlaþingi er að fylgjast með að það var ákvörðun umhverfis- og framkvæmdaráðs að taka þær lóðir sem eru við óbyggðar götur bara út af þessum lista. Það byggir raun og veru á því að við teljum að það sé bara kostnaður við gatnagerð sé það mikill að þegar við förum í þær gatnagerðir þá komum við sérstaklega með þær lóðir inn á lista yfir lausar lóðir. Að öðru leyti vona ég sem flestir byggja næsta ári og nýti sér þessa afslætti. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki kveðið sér ljós og ég fel forseta aftur stjórn fundarins. Mælendaskrá er ennþá opin. Enginn hefur óskað eftir að taka til máls og við tekið tillöguna til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir, rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 6. Lóðaleigusamningur og reglur úthlutun lóða, endurskoðun. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dags 21. nóvember 2022, þar sem því beint til sveitarstjórnar Múlaþings að samþykkja fyrirliggjandi drög að lóðaleigusamningum í Múlaþingi. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs lóðaleigusamninga í Múlaþingi. Verkefnastjóra fjármála á umhverfis- og framkvæmdasviði falið að sjá til þess að nýju lóðaleigusamningar verði virkjaðir. Ég opna mælendaskrá undir þessum lið. Og það er enginn sem kveður sér ljós og ég ætla þá að taka tillöguna til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir, rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Eitthvað, Eyþór. Þá erum við komin að lið númer 7. Aðalskipulagsbreyting aksturs íþróttasvæði undir Skagafelli á Eyvindarárdal. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 14. nóvember 2022 varðandi tillögu varða breytingar á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum.
Að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að tillaga að breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 fyrir akstursíþróttasvæði undir Skagafelli á Eyvindarárdal verði auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsfulltrúa falin framkvæmd málsins. Ég opna mælendaskrá undir þessum lið. Ívar Karl Hafleifsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Frú forseti, það eru fundarmenn. Mér langar að koma eitthvað bara til að fagna þessu. Start akstursíþróttafélag hefur verið ákveðnum hrakkorum með margar ára skeið og ég held að þessi staður sem þarna hefur verið fundin munu nýtast þið vel, bæði hvað var það þá motocross eða fjallahjóla eða annað, og ég óska þeim bara til hamingju með þetta og vonandi að þetta verði okkur til framtíðar þessu sveitarfélagi í framtíðinni. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleifsson, lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, óskar eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og hundafólk, ég tek bara undir með sveitarstjórnarfulltrúa frænda mínum. En mér langaði að velta einu fyrir mér. Nú vill svo til að þetta svæði, ef ég skil málavextur rétt, þetta er svona, við erum nú með annan fundarlega á dagskrá hérna varðandi, skil ég eitthvað segja, kröfur ríkisins við þjóðlendur og Austfjörðum. Þetta svæði, umrædda svæði er þar undir og mér langaði kannski bara að beina fyrirspurn til formanns og umhverfis- og framkvæmdar að hvaða áhrif það hefur á þessa vinnu ef að niðurstaðan verður að þetta svæði sé þjóðlenda og ef ég skil málavextur rétt þá er þetta eitt af þeim svæðum sem svona eru líklegri en önnur að falla í þann flokk. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Ívar Karl Hafleifsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Frú forseti, ekki að ég sé sérfræðingur þjóðlendur en við sem komum að Norðurhéraði fengum nú að kynnast þessu fyrst. En það er þannig ef þetta eru þjóðlenda að þá fer sveitarfélagið með ákveðin umráðarétt. Þannig að þetta var sótt til ríkisins, leyfi til að fá að vera þarna. Þannig ég held að það sé alveg ljóst að við getum verið þarna áfram þó að þetta verið þjóðlenda. Þó ég sé ekki með, það kemur að þannig ekki óvart, af því að það sveitarfélagið fer þá með umræðurétt á þjóðlendum. Takk. Já. Ég tel að fyrirspurninni hafi bara verið svarað. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls og þá tek ég tillöguna til samþykktar. Þeir sem eru samþykkið tillögunni rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nr. 8, aðalskipulagsbreyting Borgarfjörður, þéttbýli og efnisnáma í Fjarðará. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 5. desember 2022. Varðandi tillögu varðar breytingar á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps 2004 til 2016. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að tillaga að breytingu á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps 2004 til 2016 vegna breytinga í þéttbýli og við efnisnám í Fjarðará verði auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsfulltrúa falin framkvæmd málsins. Ég opna mælendaskrá undir þessum lið. Engin guði svo ljós og þá tekið tillöguna til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nr. 9. Aðalskipulagsbreyting efnisnáma Skeggjastaðir. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 14. november 2022 varðandi tillögu varðar breytingar á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að efnisnáma í landi Skeggjastaða á Jökuldal verði færð inn á aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 sem óveruleg breyting samanber 2. málsgrein 36. greinar. Skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsfulltrúa falin framkvæmd málsins. Samþykkt, skulum byrja á því að samþykkja þetta. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhverjir óska eftir að taka til máls. Svo er ekki, þá skal ég taka þetta til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin að máli nr. 10, vegslóðar og utanvegaakstur. Fyrir liggur bókun frá fundi heimastjórnar Fljótsdalshéraðs dagsett 8. nóvember 2022 er að vara slæmt ástand á vegslóðum og skemmdir í náttúrunni sem skapast hafa af utanvegaakstri. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Fljótsdalshéraðs varðandi það að nauðsynlegt sé að koma þeim fjölförnu slóðum sem ekki hafa veghaldara inn á vegaskrá. Umræddar leiðir eru vegur frá Kárahnjúkastíflu yfir í Sauðárstíflu gegnum Brúardali, fram hjá Fagradal og yfir á veg 910 við Álfadalsá. Einnig slóðar niður að Hafrahvammagljúfri og niður á Laugavöllum. Sveitarstjórn Múlaþings beinir því til vegagerðarinnar að sjá til þess að brugðist verði við þessu. Sveitarstjórn Múlaþings beinir því jafnframt til umhverfis- og framkvæmdamálastjóra að skoða hvort að afla megi fjármuna til viðhalds á hálendislóðum innan sveitarfélagsins, til dæmis með umsóknum í þá sjóði sem máli getur fallið undir. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Ívar Karl Hafleifsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Frú forseti, en ekki oss sem að geti komið að tala eitthvað svona sem nú hluti af manns baklandi, gamla Jökuldalsrepp. En mikið þessum slóðum liggja inn í þjóðlendu. Í þjóðlendu sem voru teknir mestu landi brúar á sínum tíma. Og svona, ég kíkti aðeins á þetta átti þess að samtala við lögfræðimenn og það er nokkuð ljóst að við sem sveitarfélagið, ef einhver ætlar að sækja peninga þá eru það við þá. Við getum sótt í styrktarsjóð því að við förum þarna erum umráðarétti yfir þessu landi. Hluta þessu vegum eins og einkaeigu og þar hafa menn verið duglegir að sækja peninga í styrktarsjóð til einmitt að laga veginn, að laga úrrennsli, setja ræsi. Þannig ég held að við verum kannski dálítið að segja þarna með það að ríki tók þetta í þjóðlöndum á sínu tíma, þá hefði við sem sveitafélag þá átt að sækja í þetta peninga í styrktarsjóð, en albest væri þetta að vegagerðin tæki bara við þessu vegum, því að þetta eru rauninni miklu meira en bara einhverjir slóðar upp við heiðum. Þetta er ákveðin vegar sem tengja saman bara ferðamannastaði og þá sérstaklega kannski frá Brú og upp á Kárahnjúkum og svo þar áfram yfir í Öskju. Ég held að þessi bara ágætt að við eigum bara gott samtal það við vegagerðina, en ef það er eitthvað sem þar fellur út af þá ættum við sem sveitafélag að sækja í þetta peninga. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleifsson lokið máls, en eru fleiri sem vilja taka til máls. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, og eftir honum Hildur Þórsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, frú forseti, annað gott fundafólk, bara örstutt, það er nefnt vegaslóðin niður að Laugavöllum. Þegar mann tala farum að bæta slíka vegaslóða þá væntanlega bætist aðgengið að viðkvæmu svæði eins og Laugavöllum. Þannig að þegar að svona kemur þá þarf mann að taka aðeins tillit til þess að það þarf þá kannski einhver aðgerðir líka til þess að bregðast við þá aukinu umferð á viðkvæmt svæði eins og Laugavelli. Gæti verið þarna fleiri svæði að ræða en ég nefni Laugavelli sérstaklega vegna þess að kannast aðeins þar til og tel að það sé mikilvægt að mann hafi þá baku eira þegar mann fara að bæta aðgengi þangað, að það þarf þá eitthvað til þess að taka við þeirri auknu umferð sem á slíku viðkomnu svæði getur orðið. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu, sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir biður orðið, gjörðu svo vel. Já, mann setur eiginlega hljóðan þegar maður skoða myndirnar sem fylgja með gögnum þessa máls og maður langar að þakka ferðafélagi Fljótsdalshéraðs þeirra óþrjótandi vinnu við að benda okkur á þetta og þeirri vinnu sem hefur verið svona mikilvæg á þeirri vegferð að reyna að koma í veg fyrir þessar síendurteknu skemmdum í náttúrunni sem að við erum að sjá hverju einasta ári þar sem að menn eru að standa í utanvegaakstri á svæðum sem eru viðkvæm og ég velti fyrir mér hvort það sé eitthvað fleira sem að sveitarfélagi getur gert til þess að reyna svona koma mönnum í skilningum að svona umgöngust við ekki náttúruna. Það kemur fram í okkar bókun að við félum framkvæmdamálastjóra að sækja umsóknir í þá sjóði sem máli geti fallið undir og við þurfum að koma þessum slóðum inn á vegaskrá, en er eitthvað fleira sem að við getum gert, það er svona eitthvað sem við þurfum kannski að velta fyrir okkur. Þetta er mjög sárt að sjá þessu umgengni, en ég þakka ferðafélaginu fyrir að vera vakandi yfir þessum málum. Takk.
Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, þetta hérna, ég ætla nú aðalega bara að taka undir með Hildi. Þetta er náttúrulega miklu víðar sem við þurfum að huga að þessu. Það eru 11% landsins undir í þessu sveitarfélagi. Utanvegaakstur víða vandamál. Og þetta jafnframt aðalreindýraveiðisvæði. Við þurfum að horfa í þetta heildstætt. Það eru mjög víða skemmdir eftir utanvegaakstur. Þarna náttúrulega í þessu máli liggur aðalega fyrir einhverjir slóðar þar sem eru vallafærir og menn fara bara meðfram til þess að komast sinna leðar. Þannig að ásumst það ekki merktir eða ekki ljóst hvar vegurinn er. En mér finnst ég tek undir það væri gott að horfa á þetta víðar heldur en bara þarna þar sem engin vegarhaldarar eru. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls. Vilhjálmur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og fundamenn, ég tek nú bara undir það sem hefur komið fram hérna í umræðinni. Það held ég líka tækifæri í því að vinna þessum málum í samstarfi við ferðafélagið, því þar yfirsýn yfir þessar leiðir og auðvitað miklu fleiri og kannski líka ákveðin reynsla af því að vinna að úrbótum með hagkvæmum hætti og sumt af þessum utanvegaakstri engin ásetningur, heldur þetta kannski tilkomið vegna ákveðins þekkingarleysis á leiðunum og það má bara nefna sem dæmi menn sjá það sem hefur safnast upp vatn og menn telja þar sé ófæra en það kannski miklu viðkvæmara landið í kringum vegna þess að þar í botninum á vatninu hann miklu traustari heldur en umhverfið í kring og þetta sést þannig ég held að annar þáttur málsins kannski að vekja svona almenning til meðvitundar og ferðafólk og semst að koma þessu á framfæri þarna eru þessar upplýsingar og reyna að vekja svona til vitundavakningar þessa umferð inn á hálendið. Það sem sérstaklega nefni í hálendi vegna þess að það eru bara eðli málsins samkvæmt eru endurheimt eða svona að landi jafni sig, það tekur miklu lengri tíma þar. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ætla ég að taka tillöguna til samþykktar. Við erum í máli númer 10, þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í mál númer 11. Aðalskipulagsbreyting Eiðar frístundasvæði. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 14. nóvember 2022. Varðandi tillögu varða breytingar á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykki sveitarstjórn Múlaþings að gerð verði breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 vegna uppbygginga fyrirhugaðs frístundasvæðis í landi Eiða í Eiðaþinghá. Skipulagsfulltrúa falin framkvæmd málsins. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum leið. Það engin sem kveður sér hljós og ég ætla þá að taka tillöguna til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Við erum komin í mál númer 12, samningur sameiginlega félagsþjónustu. Fyrir liggur til seinni umræðu samningur sameiginlegt þjónustusvæði almennrar og sértækrar félagsþjónustu sveitarfélaganna Fljótsdalshrepps, Múlaþings og Vopnafjarðarhrepps. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi samning sameiginlegt þjónustusvæði almennrar og sértækrar félagsþjónustu sveitarfélaganna Fljótsdalshrepps, Múlaþings og Vopnafjarðarhrepps. Félagsmálastjóra falið að sjá til þess að samningur verði virkjaður. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Ef einhver vill taka til máls. Svo ekki, þá tek ég tillöguna til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í mál númer 13. Aðalfundur 17. nóvember 2022, Dýralíf EHF.
Fyrir liggur boðun hluthafafundar hluthafa Dýralífs EHF sem haldin verður á Egilsstöðum fimmtudaginn 15. desember 2022. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að Ívar Karl Hafleifsson mæti á fyrirhugaðan hluthafafund Dýralífs EHF haldin verður fimmtudaginn 15. desember 2022 og farið þar með atkvæði sveitarfélagsins. Ég ætla að opna mælendaskrá til þessum lið. Engin kveður sem hljóðs, þá ætla ég bara að tillögu hana upp. Þeir sem eru samþykkir, réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 14. Erindi til sveitarfélaga vegna móttöku flóttafólks. Fyrir liggja drög að samningi samræmda móttöku flóttafólks á milli sveitarfélagsins og félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykki fyrirliggjandi drög að samningi samræmda móttöku flóttafólks og leggur sérstaka áherslu á móttöku flóttafólks frá Úkraínu. Sveitarstjóra falið að undirrita samningi fyrir hönd sveitarfélagsins. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið þegar einhver sem vilja taka til máls. Hildur Þórsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi. Forseti, ágætu fundarmenn, mig langar að biðja sveitarstjóra að fara þessi yfir hvernig gengið hefur að taka á móti hópi flóttafólks frá Úkraínu sem að nú eru komnir til okkar, hversu margir eru, hvort þessi er búin að fá atvinnu og hvernig þeim líður bara svona yfir höfuð í okkar ágæta sveitarfélagi. Takk fyrir. Ég ætla áður en ég gef sveitarstjóra orðið, þá ætla ég að gefa varaformanni fjölskylduráðs orðið, Björg Eithórsdóttir, gjörðu svo vel, sveitarstjórnarfulltrúi. Frú forseti, gott fundafólk. Mér langaði bara rétt að koma inn upp og lýsa þér ánægði með þetta verkefni, þennan samning sem liggur fyrir samræmda móttöku flóttafólks. Það ástand sem fólk í Úkraínu býr við óraunverulegt á okkar tímum og það bara gott til þess að vita að sveitarfélagið okkar að leggja sitt af mörkum til þess að hjálpa í neyð. Takk kannski smá af sveitarstjóra. Samningurinn gerir sér ráð fyrir að sveitarfélagið taki á móti alltaf 40 notendum þjónusturinnar á fyrsta ári samningsins og í dag hefur Múlaþing tekið á móti 24 en af þeim hafa 7 flutt í Fjarðabyggð vegna atvinnu. Í heildina eru 19 komnir með atvinnu og aðrir í atvinnuviðtölum þessa dagana. Fyrsti hópurinn kom 12. október og voru nokkrir innan þess hóps byrjaðir að vinna mánuði síðar. Allir áhugasamir að fá vinnu leið þeir komu. Fleiri eru svo væntanlegir til okkar á næstu vikum og við fögnum því hversu vel móttakan hefur gengið og vel að þjónustunni staðið. Við viljum gera þetta vel og ég fæ ekki betur séð en að okkur sé að takast það. Við þökkum varaformanni fjölskylduráðs fyrir þetta. Ég ætla ekki að Birni Ingimarssyni orðið, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, gott fundafólk. Ég þakka nú sveitarstjórnarfulltrúa Björgu Eithórsdóttur fyrir að svara svona framkomnu fyrirspurnum, en ég tek bara undir það sem kom fram hjá sveitarstjórnarfulltrúa Björgu að verkefnið hefur bara gengið vel. Ég held að við getum alveg verið sátt við það. Þetta eins og kemur fram þá erum við að gera ráð fyrir því að geta tekið á móti alltaf 40 í einu. En við gerum líka ráð fyrir því eins og bara hefur komið í ljós að þetta flóttafólk verði ekkit endilega mjög lengi staðsett akkurat þarna og við höfum alveg skynjað að þessi hópur, þetta öflugt fólk, það hefur metnað fyrir því og mikið vilja til þess að komast til starfa og það hefur alveg komið ljós að þarna hæft fólk sem að nýtist okkar atvinnufyrirtækjum sem bara mjög vel. En eins og kom fram hjá Björgu þá von á fleira fólki á næstunni og ég vona á því að þetta verði svona áfram hjá okkur. Samningunum sem við erum með drög fyrir hér til árs eða til loka ársins 2023 og það verður síðan bara komið í ljós hvort að við höldum áfram á þessum vettvangi eða ekki. Þetta vildi maður helst sjá að þessum hörmungum líki sem að hafa valdið þessu. En á meðan svo ekki þá held ég mikilvægt, eða held ég ekkert, þá það bara að mínu mati og okkar allra örgulega mikilvægt að reyna að bregðast við þessu. Takk.
Sveitarstjóri Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls? Helgi Hlynur Ásbjörnsson, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég vil fagna þessum samningi en aðeins að harma þessu bókun. Ég veit að þetta snýst móttöku flóttafólks frá Úkraínu en tillagan sem liggur fyrir sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi drög að samningi samræmda móttöku flóttafólks. Þar mætti vera punktur að mínu viti en hann er ekki og leggur sérstaka áherslu á móttöku flóttafólks frá Úkraínu. Þetta finnst mér vont. Þetta ég veit að þetta snýst fólk frá Úkraínu eins og en þetta er ekki eins og að vera í mínum huga. Í mínum huga flóttafólk að flýja neyð hvaðan sem það kemur og ég sé ekki að við eigum að leggja einhverja sérstaka áherslu á einhvern ákveðin hóp umfram aðra og í þessu tilfelli þá náttúrulega hrópar það á mann að þetta úkraínskt fólk sem líkt okkur í útliti, skoðunum, trúarbrögðum og svo framvegis. Og ég hefði viljað að þessari setningu líki bara móttöku flóttafólks. Fleira var það nú ekki. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásbjörnsson hefur lokið máli sínu, Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, gott fundar fólk. Það bara bregðast við þessari athugasemd sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlyns Ásbjörnssonar sem ég hef í sjálfsög alveg fulla skilning á. En ástæðan fyrir því að þetta orðalag þarna inni helgast fyrst og fremst af því að þegar ef ekki segja að þetta verkefni raungerist af frumkvæði eigenda Eyða með þessari áherslu og það væri afar sérstakt ef að við þá myndum ekki styðja hana. Þannig að þetta var áherslan frá upphafi fyrir því að þeir voru tilbúin að fara í þetta verkefni, annars hefðu við aldrei þá geta farið í þetta, bara svo það segist, svo við segjum það bara alveg eins og því við hefðum það ekki haft neitt upp á sig og við værum að bjóðast til þess að fara inn í verkefni þar sem við gátum ekki búið upp á húsnæði. En þetta var svo áhersla sem að lá fyrir hjá eigundum Eyða. Við höfum alltaf stuttan og við höfum komin skýrt á framfæri við stjórnvöld, en samningurinn hins vegar snýst samræmda móttöku flóttafólks. En ég hef í rauninu komið þessu bara með skýrt á framfæri í mínu samtali við fulltrúa stjórnvalda og því að þetta svo áhersla sem að hefur alltaf verið á þessu verkefni starfsfólksbyrjun. En ég skil svo sem alveg að menn geta haft á þessu mismunandi skoðanir en þetta ástæðan. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi og Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, henni lokinni. Já, forseti, góða fundamenn. Það er bara aðeins að koma upp undir þessu lið og fagna hvað gengur vel í þessu verkefni. Þannig að við erum búin að fá, eins og var komið hérna fram, 25 og svo manns og svo þetta fólk að fá vinnu og húsnæði annar staðar og þetta akkurat það sem við viljum sjá og það að sé nefnt fólk frá Úkraínu að þetta náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt að mæta þessum hóp akkurat núna. Þannig að og maður hefði nú bara vilja já, við höfum allavega 40 og úr þessum hóp þá fer fólk annað, þannig að við getum alltaf bætt við okkur og við getum ekki tekið á móti fleirum af því að við þurfum að hafa húsnæði og góðar aðstæður og sem betur fyrir erum við með þetta húsnæði og góðar aðstæður í rauninni eins og hægt eins og Eyðum og almenningssamgöngur og fleira. Mér langaði bara líka, þau eru búin að gera svo vel, félagsþjónustan, búin að leggja sig virkilega fram að mæta hverjum og einum og hjálpa þeim í okkar samfélagi og stíga
sín skref í atvinnu og fleira, þannig að hérna mér langaði bara að orða það með félagsþjónustuna, hælaðum hvað þeir hafa staðið sér vel í þessu verkefni og við sjáum það að það er gríðarlegur fjöldi sem er að sækja annað í almennt húsnæði og atvinnu og ég fagna því. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, frú forseti, annað gott fundarfólk. Mínar vangaveltur eru nú eiginlega svona meira tæknilegs eðlis vegna þess að þegar maður lesi yfir þennan ágæta eða þessi drög að þessum samningi þá er hann mjög almenns eðlis og tekur ekki bara til flóttafólks, hann tekur til hælisleitenda líka. Það er mikil umræða þessi máli í okkar þjóðfélagi núna og talað að landamærin okkar séu sprungin og svo framvegis og ég vil að það sé algjörlega andstætt því sem að Helgi Hlynur sveitarstjórnarfulltrúi nefndi hér áðan að það sé einmitt neitt að þessu þetta sé út af þessu verkefni, þessu Úkraínuverkefni og ástæðan fyrir því er einfaldlega svo að við erum bara ekki til stakk búin fyrir einhver öðru eins og staðan er núna og kemur við fram berlega í málflutningi sveitarstjórnarfulltrúi að Berglindar Harpu og því tel ég mjög mikilvægt að þó að samningsdrögin séu þarna almenns eðlis þá eru þau vegna þessa svokallaða Úkraínuverkefnis og þú veist ég ætla að greiða þessu atkvæði mitt vegna þess að mér er umhugað að þetta Úkraínuverkefni gangi vel og ekki ástæðulausu en ég ætla hins vegar að bóka við það vegna þess að mér finnst þessi samningur svona svolítið þessi drög það er loðinn og ég veit ekki einlega upp á hvað þau myndu bjóða ef það er ekki vel hnykkt á þessu þannig að ég ætla að bóka hér eftirfarandi bókun. Það er minn skilningur að fyrirliggjandi drög að samningi séu til samþykktar eingöngu til að tryggja framgang móttöku flóttafólks frá Úkraínu á samningstímanum að þeim skilningi gefnum samþykki fyrirliggjandi samningsdrög. Þannig að þetta ætla ég að bóka og sendi það í tölvupósti til ritara og forsta. Takk. Takk fyrir það. Helgi Hlynur Ásgeirsson og óskar eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, ég er nú aðalega að koma hérna upp til þess að fagna því að við Þröstur Jónsson erum svona skelfilega ósammála. Það var nú kominn tími á það. Já, það er rosalega neyð í Úkraínu, en það er rosalega neyð mjög víða í heiminum. Og ég er ekki á nokkurn hátt að tala gegn þessu verkefni. Þetta er frábært verkefni. Það sem ég var bara að segja var að það hefði verið betra ef það verið hægt að komast hjá að draga fólk svona í dilka. Því að neyðin er alveg ekkert minni þó þú komir frá einhvers staðar annars staðar frá og þar er stríð og þar eru hörmungar og þar er hungursneyð. Bara ekkert, þú ert ekkert betur settur að vera annars staðar frá. Þannig að ég bara leggja áherslu á það að það hefði verið betra ef verið hægt að komast hjá því að fara að draga fólk svona í dilka. En þetta verkefni ég styð það. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls og ég ætla því að taka tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykki tillögunni rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á lið númer 15, beiðnum umboð til samningagerðar fyrir dagdvalir. Fyrir liggur erindi varðandi samningsumboð vegna þjónustusamninga dagdvalir. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að fela samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu og sambandi íslenska sveitafélaga umboð til gerðar samnings við ríkið þjónustu í dagdvölum sveitafélagsins. Sveitarstjóra falið að undirrita samningsumboð fyrir hönd sveitafélagsins. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn. Mér langar bara að koma hérna aðeins upp og mæli alls ekki móti þessu og það er gríðarlega mikilvægt eins og sambandið er að það fer með samningaviðræður fyrir okkur sveitarfélögin gagnvart ríkinu. Mér langar bara svona innbara á því að eins og með dagdvalir að sveitarfélög
borga í rauninni rekstur dagdvala og bara það hefur náttúrulega verið mikil umræða eins og með þjónustu við fatlað fólk og fleiri að svo ýmis verk sem að sveitarfélögin að sinna fyrir ríkið að raunkostnaður kemur ekki frá ríkinu. Það er alltaf þannig og það er ekkert öðruvísi í þessu verkefni að rekstur til dagdvala hér í sveitarfélaginu er brot af þeim kostnaði sem það kostar. Þannig að mér langaði bara svona vekja athygli á því og hvetja sambandið fyrir okkar hönd að semja nú aðeins betur en það hefur gert síðast. Þannig að sveitarfélög taki ekki ávallt á sig skellinn og auka kostnað og fáum ekki í rauninni fjármagn sem er raunkostnaði þjónustunar. Allavega helmingur, þetta er bara brotabrot sem við fáum. Þannig ég fagna því að séu nýja samningur og við vona bara að sambandið standi sig vel í að fá aukið fjármagn til þess að við getum gert vel í þjónustu vegum sveitarfélagsins. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir er lokið máls, en eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki, þá tekið tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 16. Kröfur ríkisins þjóðlendur á Austfjörðum. Fyrir liggur bókun fundar heimastjórnar Fljótsdalshéraðs dagsett 8. desember síðastliðinn þar sem því var beint til sveitarstjórnar að koma athugasemdum heimastjórnar varðandi þjóðlendumálin á framfæri við það til bær yfirvöld. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með þeim heimastjórnum sveitarfélagsins og gagnrýnir þá framkvæmd sem kemur fram í kröfulýsingum Íslenska ríkisins vegna þjóðlendumála á Austfjörðum. Flest svæðin sem ríki gerir kröfu til eru hluti landsjarða, samkvæmt landmerkjabréfum jarðana sem gerð voru í lok 19. aldar og engin óvissa hefur verið eignarréttarlega stöðu þessa lands. Kröfur ná víða til lands á láglendi og jafnvel upp að túngarði sumra jarða. Af fyrri niðurstöðum óbyggðanefndar á öðrum hluta Austurlands má draga þá ályktun að eignarréttarleg staða lands innan landamerkjabréfa jarða á Austurlandi sé jafnan skýr. Í ljósu kröfulýsinga landtegunda og raka sem þar koma fram er skorað á Íslenska ríkið að taka kröfugerð sína til endurskoðunar svo mál verði ekki rekin fyrir óbyggðanefnd að nauðsynjalausu með tilheyrandi óþægjendum fyrir landtegundur og kostnað ríkissjóðs. Skrifstofustjóri er falið að koma afgreiðslu sveitarstjórnar á framfæri og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Ef einhverju vilja taka til máls. Svo er ekki, þá tekið tillöguna til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í liði númer 17. Fýsileikakönnun varðandi uppsetningu og rekstur kjarnorkuvers. Fyrir liggur erindi frá sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlíni Ásgrímssyni varðandi það að á vegum sveitarfélagsins verði unnin fýsileikakönnun varðandi mögulega staðsetningu kjarnorkuvers innan sveitarfélagsins. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings mun ekki fara fram á fýsileikakönnun og uppsetningu og rekstri kjarnorkuvers í Múlaþingi enda engin aðili sýnt áhuga á slíkum rekstri í sveitarfélaginu. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, aðrir fundamenn. Ég er ekki sérstakur áhugamaður rekstur kjarnorkuvera, enda fæddur á 7. áratugnum og mér og minni kynslóð var kjarnorkuógnin nálæg. Ég flyt þessa tillögu til að reyna að hafa áhrif á umræðuna hinn gríðarlega meinta orkuskort í landinu. Meirihlutinn í Múlaþingi taldi ástæðu til að eyða 5 milljónum í að láta verkfræðistofuna Eflu greina hvar mögulegt væri að setja upp vindorkuver og svo að einhverjum 100.000 varið í það að senda 2 fulltrúa til Danmerkur. Svo það er til að kynna sem vindmöllur. Svo það er fordæmi fyrir því að sveitarfélagið eyði peningum í að greina orkukosti. Hallar Huld Logadóttir, orkumálastjóri og Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur, hafa undanfarin misseri verið talsfólk skynseminnar og þess að Íslendingar andi með nefinu og að engin bráður orkuskortur sé yfirvofandi. Viðbrögð við hnignandi ástandi jarðarinnar
geta ekki eingöngu verið að hætta að brenna jarðefnaeldsneyti hvað sem það kostar. Við þurfum að taka tillit til margra fleiri þátta. Dagur þolmarka jarðar, þegar við erum búin að nýta þær auðlindir jarðar sem að því marki sem þær ná að endurnýja sig, er í febrúar á Íslandi. Eftir það eru öll okkar neysla á kostnað jarðarinnar og komandi kynslóða. Vandamálin samfara núverandi lífstíl okkar og hlýnunar jarðar eru óteljandi, en til dæmis fjölda útrýming tegunda, jarðvegseyðing, súrnun sjávar, gríðarleg plastmengun og svo framvegis. Orkuumræðan hefur undanfarið verið ansi stórkallaleg og á forsendum erlendra stórfyrirtækja sem að einhverjum ástæðum sjá möguleika á rekstri vindorkuvera í stórum stíl á Íslandi. Þó öllum megi vera ljóst að sá rekstur gengur ekki upp fjárhagslega miðað við núverandi orkuverð á Íslandi. Og hvernig á þessi vindorkuvæðing að geta gengið upp miðað við íslenska raforkukerfi eins og það er? Á Landsvirkjun að jafna framboðið inn á kerfið fyrir erlendu fyrirtæki. Á Landsvirkjun þá að auka framleiðslugetu vatnsaflsvirkjana svo hægt verði að draga úr framleiðslu þegar vind hreyfir og auka þegar lygnir og verja til þessu 100 milljarða. Eða er planið bara að leggja streng til Evrópu? Mér þykir þess vegna spurningin hvort ekki sé illskárra að setja upp eitt kjarnorkuver á Íslandi og þá sennilega á héraði þar sem minnstar umhverfisógnir eru á Íslandi, en að setja upp hundruði eða jafnvel þúsundir, 200 metra hárra vindmylla all land vera þess virði að spyrja hennar. En aðalega vil ég að við förum varlega og hægjum verulega á í vindmylluumræðinni. Við erum ekki núna að fara að framleiða rafeldsneyti til að knýja skipa eða flugvélaflotann, því það er ekki búið að hanna skip nema millilandaflugvélar sem geta nýtt það. En tækniframfarirnar í heiminum eru miklar og í gær kom fram í frétt hjá New York Times og BBC að í fyrsta skipti hefði náðst að skapa meiri orku en notuð var við kjarnasamruna. Vísindamenn hafa lengi spáð því að samruna orkan yrði orðin að veruleika 2050 og þessar nýjustu fréttir renna stoðum undir það. Svo öndum með nefinu, hlífum landinu sem mest við vindmyllum en aukum nýtni vatnsaflsvirkjana, flutningskerfana og okkar sjálfra á orku. Takk fyrir góð hljóð. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls þessu lið? Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, frú forseti, að hann hafa gott fundarfólk. Já, eitthvað deildi okkur Helga Hlyn sveitarstjórnarfulltrúa á hér áðan en nú er ég honum afskaplega sammála og eiginlega hrífst af viðsýni hans að opna á þetta vegna þess að ég get ekki annað en teki bara nánast undir allt sem hann sagði hér, ég bara ágætri ræðu sinni og við þurfum nefnilega að anda með nefinu og þetta vindork og æði, þetta er farið að minna mig svolítið á kvikmyndina hvað heit hún Stella í framboði þar sem að borgverðingar, það rann olíuæði á borgverðingar að segja Borgarfirði syðri þar sem olían spratt alls þar upp á jörðinni allt í henni Borgarfirði Þetta er angi af þessu blessaða dæmi sem er að gerast í seinni tíð með svoköllu vísindi annars vegar og hins vegar pólitísk vísindi. Ég hef þeirra gæfu og ógæfu verið njótandi í starfi mínu að kynnast bæði sólarorkuverum og vindorkuverum og það er eiginlega alveg stórkostlegt að hlusta á suma sem tala, ekki opinberlega hvað þessi iðnaður sé vitlaus og eru í honum samt vegna þess að pólitíkin kynntir undir í og peningarnir dælt í það
án þess að vísindalega forsendur séu til staðar. Og nú þetta rætt hér í okkar sveitarfélagi og að þess vegna vænti ég að Helgi Hlynur setja þetta á dagskrá að setja hér upp stóra vindorkugarða án nokkura fyrirliggjandi rannsókna. Ég kom hér upp einhvern síðast sveitarstjórnarfundi að þar áður og nefndi norska rannsóknir mikroplastmengun. Aðilinn sem var deilt þar hefur reyndar svarað einhverju með það að það bara mála spaðana nú oft og þá þetta allt í lagi. Já, ok. Máliði spaðana upp á Fljótsdalsheiði eða hvar þetta sko, þar sem að hríðin íslenska gengur á þeim á 300 km hraða spaðarnir yst og hríðin lárétt. Ég og þau vona því að þessi spaðamenni spænast upp þar. Og svo eitt að líta á þessu, eini aðilinn sem hefur gert einhver rannsókn á vindorku hér Landsvirkjun. Hvernig skyldi standa á því að Landsvirkjun, þetta orkufélag okkar sem nú mjög mikið blóm í íslensku samfélagi, að þeir hafa ekki farið með í þetta vindorkuvilleri. Gæti verið að rannsóknin kannski hafa ekkert verið svo stórkostlegar. Og ég tek undir þetta með Helga Hlyn að við þurfum að fara gætilega þarna og anda með nefinu. Hann benti réttilega á þessa frétt sem nýkomið var með kjarnasamruna og Íslendingar höfum nú merkilegt nokk átt einn af fremstu vísindamönnum í kjarnasamruna sem hefur gert miklar rannsóknir á svokölluðum koldumsamruna. Þannig að það ætti kannski að setja svolítið meira fjármagn í það. Kjarnorkuver. Já, því ekki Það að verða núna fjórðu kynslóð af kjarnorkuver sem eru talin koma í notkun upp úr 2040. Mengun frá þeim geislavirkni hætta frá þeim hverfandi meðað við núverandi kjarnorkuver og úrgangurinn nánast engin. Indverjar komnir verulega af stað. Þóríumorkuver annar þáttur sem hefur verið upp á teikniborðum lengi og talað að þau komi til 2040. Allt annað dæmi heldur en kjarnorkuver sem eru keyrð á úræðinni. Með þess að Norðmenn hafa verið að gera tilraunir með þóríumver, við skulum ekki kalla það kjarnorkuver. Og allt þessi hraða þróun, einn daginn, eftir 15-20 ár, ef að þessum verður að þessi gerð orkuvera kemst á skrið, þá kippir það á sama degi fótonum undan vindorku og sólarorku. Það bara búið spil. Og mér finnst þessi tillaga Helga Hlyns mjög góð, hún hefði reyndar að mátt vera ennþá viðsýn. Það að segja bara að gera fýsileikakönnun á öðrum orkukostum. Og við höfum ýmislegt eins og sjávarfallavirkjanir og annað sem mætti alveg eins athuga eins og þess að blessaðu vindorkur. Þannig að ég ætla að gjalda vara við þessu vindorkubrjálaði einaferðina enn sem þessi liður náttúrulega í sjálfu sér snýstum. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson hefur lokið máli sínu. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, biður um orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Já, ég styð alls ekki fýsileikakönnun uppbyggingu kjarnorkuvers og rekstur þess, alls ekki. En það að gera að koma svolítið inn á orku umræði, það ekki spurning. Og ég alveg sammála því að okkur skortir orku, algjörlega. Og ég alveg sammála því að þeir fara varlega í uppbyggingu á vindorku. Við höfum von á regluverki og það alls ekki komið og við vitum það að eins og vatnsaflsvirkjanir gefa okkur mun meira orku heldur en nokkuð tíma vindorkan og maður vill náttúrulega ferðaþjónustan og vindorkan fara nú vel saman. Við viljum ekki vera að koma uppbyggingu vindorku gjörsamlega út allt, þannig að við þurfum að vanda okkur vel þar, ég sammála því. Og þegar verið að vitna í þessa frétt sem hefur verið, það hefur ekkert verið haft samband við sveitarfélag, það ekki eins og þetta sé stefnan okkar að þessi uppbygging þarna, en það að gera að ræða þetta. Mér langar að því að sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson vitnaði í Bjarna Bjarnason, forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur. Ég held að hann hafi verið að vitna í viðtal sem fyrir þó nokkru síðan út af því ég hlustaði akkurat á hann í Silfri Egils og þar talar hann að vanti orku og hann sagði nú orðrétt að hitaveitan væri komin á þolmörkun og vatnsafl og jarðvarmi væri komin til boss í rauninni, við okkur vantaði eitthvað meira. Þannig að
Þannig að ég meira að segja hripa þetta hjá mér þegar ég var að horfa á þetta viðtal. Þannig að ef ég fer með rangt mál þá bið ég bara sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlyn Ásgrímsson að koma hérna upp. En mér finnst gott að nýta þennan lið, þetta tækifæri til að ræða enn frekar orkumálin, því orkuskiptin eru framöndan. Og eitt víst að við verðum að skoða alla málaflokka í gegnum loftslagsgleraugun, eins og hæstvirtur ráðherra, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson orðaði nýverið í fréttum. Hann lagði einnig áherslu að við þurfum mikla græna orku, við þurfum hana hratt og það snúist ekki einungis framleiðslu og aukinni grænni orku, heldur að nýta einnig núverandi orku betur og nýta einnig þann glatvarma sem fer út í loftið. Það er akkúrat máli. Orkuskiptin eru framundan og það er óhjákvæmilegt að virkja meira og búa til græna orku. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er áhersla lögð á að fullum orkuskiptum verði náð ekki seinna en 2040 og við vitum öll að það gerist ekki án þess að við framleiðum meiri orku. Og talandi streng til Evrópu, ég held að sé nú enginn sem tali fyrir því, en það eru gríðarleg tækifæri á að við framleiðum ákveðna vöru sem hefur verið eins og vetni, ammoník og fleira þannig að við getum flutt út þess konar vöru. En formaður loftslagsráðs kom einnig nýverið fram í fréttum og sagði að kolefnislaust hagkerfi yrði eina hagkerfið sem yrði í boði. Og ég vil bara minna á að árið 2016 gekk Parísarsáttmálinn í gildi aðgerðir gegn loftslagsbreytingum á heimsvísu. Hann var undirritaður af Íslandi í apríl 2016 og fullgiltur af Alþingi í september 2016. Ef við náum ekki að framleiða meiri græna orku, þá getur orðið svo að Ísland gæti þurft að kaupa losunarheimildir. Við erum í sérstakri stöðu til að framleiða græna orku og standa okkur vel í orkuskiptum. Ekki hægt að horfa svo þröngt og horfa einungis til stífrar landverndar, en við þurfum auðvitað að horfa til lands hvar við viljum byggja upp eins og vatnsorku. Nýta vatnsorkuna. Heldur verður að hugsa stærra og horfa til loftslagsmála og hætta með jarðefnaeldsneyti. Og ef við verðum okkur næg með innlenda framleiðslu á grænni orku, þá getum við notað okkar fjármuni í uppbyggingu innviða og þjónustu í stað þess að greiða árlega 50 milljarða í kaup á jarðefnaeldsneyti. Þannig að ég bara þakka fyrir þessa umræðu og langa bara svona að koma þessum áherslum líka á framfæri. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir og lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið. Hildur Þórusdóttir, gjörðu svo vel sveitarstjórnarfulltrúi. Já, forseti ágætu fundarmenn. Bara þakka Helga Hlyni fyrir að vekja máls á þessu. Þetta er mjög áhugavert sjónarhorn í mikilvægri umræðu sem við þurfum að taka mjög alvarlega næstu mánuði og misseri. Mér langar hins vegar að leggja til að við tökum þetta mál aftur. Ég hefði gjarnan vilja að gögn lægi undir þessu máli þannig að við getum svona afla okkur betri upplýsinga áður en við förum að taka afstöðu fýsileikakönnun. Þannig það er svona mín tillaga að ykkur gögn þar sem við getum afla okkur betri og dýpri upplýsinga þetta flókna mál. Við getum tekið afstöðu þegar við erum búin að fá betri upplýsingar. Takk. Takk fyrir það. Hildur hefur lagt fram hér tillögu frestun. Við tökum hana til afgreiðslu þegar við afgreiðum tillöguna. Eru fleiri sem hafa óskað eftir að taka til máls. Ívar Karl Hafleifsson var áreiðanlega á undan og Helgi Hlynur Ásgrímsson í framhaldi svo. Frú forseti og fundarmenn, þetta finnst umhverfis- og orkufræðingum mjög gaman. Ég er mjög ánægður með þetta, þessar pælingar sem eru í gangi. En það er ljóst að þegar við fórum í þessa vindmyllu eða vindorkugreiningu, þá var það var hluti af því að það voru komna fram hugmyndir og við sem sveitarstjórn og sveitarfólk og bara aðrir vildum hafa eitthvað í höndunum til að geta glöggvað eitthvað umræðinu. Við vorum ekkert að fara í þessa greiningu til þess að leyfa vindmyllur alls staðar. Þú hlýtur að átta á því og bara les skjalið að þetta sem skjal gerir útiloka nánast öll svæði.
til þess gerðu greininguna. Ef að hér væri fólk að banka upp á að spyrja, herðu, viljið þið ekki fá kjarnorkuver? Þá held ég við þyrftum að gera nákvæmlega sama, sko. En ég er ekki viss um að það gerist alveg strax. Ef við erum að tala hérna eftir, 30 ár kannski, þá er ljóst að við, auðvitað verður frábært þurfum að fá kjarnasamruna orkuver eftir 50 ár, eða 30 eða 20 ár. En við þurfum að brúa eitthvað bili. En ég sem alveg sammála, neysla okkur Íslendinga þetta hörð, og við gætum ekki alveg spara töluvert, við getum sparað í fluginu, kvóta á flugkomur, við getum sparað í fiskveiðum, bara minni umferð skipa, við getum bara færri skip sem þennan veið, við getum gert alls konar út að spara orku. Bara 2-3 skip getum veitt alltaf fiski sem við þurfum, miklu ódýrara og hagkvæmara, en ég held að svona grínlaust að það alveg ljóst, að þið getur bara lesið grænbók orkun og annað, það bara alveg galið að á Íslandi sé skortur á raforku. Og það gerist ekkert á einum ári eða tveim, það hefur gerst með því að það hefur ekkert gerst í svona 10-15 ár í orkuöflun. Við höfum ekki getað bætt dreifikerfi, við höfum ekki getað haldið í orkuöflun, en þá byggist bara upp ákveðin kúfur sem þarf að leysa. Við erum lendið hérna síðasti vetur með að vera að brenna jarðefnaeldsneyti til þess að bræðslur, sem væri miklu betra fyrir okkur að keyra á rafmagni. Þannig að ég held að sé bara ágætt að við svona, þó að hugmyndin sé skemmtileg, þá tekið svona líka undir það að ég var eiginlega spenntur að sjá eitthvað birtast undir þessu máli. Af því að ég hefði viljað sjá svona einhverja mótaðar hugmyndir og jafnvel einhverja greinar eitthvað annað, en ég sé bara, ég bara tekur því bókun meðhlutans, eðlilega, að það sé bara ekki tími í að skoða þetta. En ég held að ef að hér kemur einhver aðili sem eru mjög fínar hugmyndir, þá er þetta bara fínt, sko. En þetta er nefnilega, það er við Íslendingar, ef einhver ætti verið í heiminum í svona hvað sem fórustu í full orku skipti, að skipta út jarðefnaeldsneyti, þá hljótu það að vera við. Lítil eyja út í hafi sem hefur engar þessar auðlindir, eða allan ætlum ekki að nýta það, þó við sannlega gætum mögulega haft þar hæðingstað fyrir norðan okkur. Við eigum alveg geta verið fyrst í heiminum til að gera það, og þetta getur okkar nýja aðrunni, nýja fjöregg er þá að flytja út þekkingu, bæði í endanlega orku, að því að við erum líka lendið því núna að bara heitt vatn er orðið gríðarlega að skornum skammti, eða er að skornum skammti á mörgum stöðum. Að því að við erum í töluverðum orkuöflun, ég ætla núna að finna hvað hitaveitan er að, hvað er uppsett afl hitaveitan er mikið. Það er alveg ótrúlega mikið, það kemur alltaf mörgum óvart, ég held að það sé talið alltaf mörgum megavöttum. Og við ætlum okkur þeirri meira ekki að því við þurfum það núna, að við horfum bara á framtíman og hugsaum, þessi þörf mun aukast og við þurfum að vera tilbúin. Við getum ekki setið eins og hefur gerst núna að þörf eftir rafmagni hefur aukist ár frá ári og við stöndum bara fram fyrir því að við getum ekki mættir. Og það sjá náttúrulega allir, mikið af þessu uppkomna upplöpum vindmjölu, ég held að það sé ljóst að eins og í öllu öðru, að það kannski hræðir fólk núna, það er komið upp hugmyndir á mörgum stöðum, en þetta er bara hugmyndir. Þetta er ekki einu sinni komið það langt, þetta sé komið inn á borð til okkar, nema þá allar síðast er þá umsóknar skildu skýrslu Klussen. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason lokið máli sínu, Helgi Hlynur Ásgeirsson óskar eftir að taka til máls og eftir honum er Eyþór Stefánsson sveitarstjórnarfulltrúi. Forseti, þetta er að fara alveg eins og ég var að vona. Bæði sveitarstjórnarfulltrúi Ívar og Berglind hafa talað þörf orku. Ég vil tala eftirspurn og eftirspurnin er óþrjótandi. Hún er bara, Ívar talaði að við höfum orðið að brenna olíu í fiskimjölsbrennslunum, sem sagt keyra þær á olíu. Það var ekki vegna þess að það var ekki til rafmagn í landinu, það var vegna þess að við forgangsröðum orkunni þannig að á meðan við vorum að keyra bræðslutar á olíu, þá vorum við að grafa eftir rafmynd með rafmagn. Þess vegna, þetta er ekki svona einfalt að þörfin. Þetta er bara spurningin eftirspurnin er óþrjótandi og ef við ætlum að bara fullnægja henni, þá þurfum við að setja upp 1200 metra vindmylla, sko. En það sem ég var að reyna líka að koma inn á og aðeins að vekja athygli er að ef að við erum að fara svona stórt inn í þennan geira, vindmylluna, og ég er ekkert að segja að við séum að fara að gera það hér. Það er eins og í umræðunni
og í nágrannasveitarfélaginu okkar. Þetta er bara svo hryllilega flókið að ætla sér að framleiða rafmagn hvað stóran hluta tímans sem að hérna, sko, vatnsaflið, það er bara alltaf. Við getum alltaf framleitt, stillum það bara af. En vindorkan, hún er bara að tikka inn þegar er vindur og hann má ekki vera of mikill og það má ekki vera ísing. Ég veit ekki upp á heiðum á Íslandi hversu nýtingar hlutfalli verður, 30-60%, einhver staðar á því bili. Hinn tíman, þá verðum við að hafa einhverja aðra orku og mér sýnist að þetta líti þannig út og ég er ekkert að grínast það, að við þurfum að fara í það að stækka flest allar vatnsaflsvirkjanirnar okkar til þess að við getum nýtt lónin, safnað upp í þau þegar vindurinn blæs og tekið úr þeim þegar það lignir. Og ef að það á að lenda á ríkinu, en öll uppbyggingin eru erlendir aðilar sem ekki borga skatta á Íslandi, þá er það bara ekki góður business. Og ég segi business af því ég veit að það hljómar betur hjá sumum, sko. En hérna, það er líka bara þannig að hérna, vindorkuver eins og þau eru núna, vindturbína, hún er svona það bil 20 ár að borga niður umhverfiskostnaðinn sem hún veldur. Þannig að undirstöðunar í næstu sem sagt þegar búið að skipta út milljónu og setja upp ný, hún fer að skila inn í kolefnisbókhaldið. Fyrstu 20 árin er hún svona cirka ekki búin að skila inn. Af því að það er svo gríðarleg steypa og svo gríðarlegir sjaldgæfi málmar fyrir utan plastmengun. Ég held að við værum rosalega miklu betur stödd ef við myndum bara reyna að sneiða sem mest hjá því að setja upp vindmyllur á Íslandi. Fleira var það nú ekki. Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu, Egill Stefánsson Sveinsson fulltrúi og gjörðu svo vel. Frú forseti, annað fundafólk, byrja á því að beina orðum mínum að Ívari Karli, sveitarstjórnarfulltrúa að frænda mínum, og hann getur kannski þóst hlusta á mig á meðan ég tala. Ég ætlaði að biðja hann afsökunar á því að hafa flissað hérna orðum hans aðan, það var nú bara því að mér fannst svona, hann kemur alltaf með svo óumdeildar skoðanir að láta bara 2-3 skip veiða allan fisk á Íslandi. En ég ætlaði nú ekki að blanda mig mikið í þess að vindmyllu umræðu sig, en mér langaði þó að benda sveitarstjórnarfulltrúa Ívari Karl á það að það liggur alveg fyrir af því að voru nefna þess fiskskip að kolefnisspor smábáta á kíló af veiddum fiski er lægra en á togara. Þú getur farið að googla það núna. En gott og vel. Ég var nú einn af þeim fulltrúum sem fór í þessa Danmerkurferð sem var rædd hér áðan, kom fram í máli Helga Hlyns og þar var aðeins farið yfir það hvernig Danir líta á málin og þetta var góð ferð, ætla ég nú bara að leyfa mér að segja, þó að það sé sjálfsagt hættulegt. Hér hlustum við á fulltrúa, einn segir að vanti enga orku, aðri segja, sumir segja að vanti enga orku, aðri segja að vanti fullt orku. Íslendingar er ekki einu sinni sammála hvort að vanti orku yfir höfuð. Danir fóru og ef ég skildi málavöxtur rétt, mynduðu sér orkustefnu, mátu það, hvað viljum við að stórt hlutfall okkar orkuöflunar sé með þessum hætti og hvað viljum við sé stórt hlutfall, vindmyllur, sólarorka og svo framvegis. En hér á Íslandi erum við ekki einu sinni sammála hvort að vanti orku. Þannig að við höfum töluvert langt í land. En hins vegar
það sem mér finnst varhugaverðast í þessum vindmyllu væðingu eða umræðu hérna á Íslandi að þetta allt saman að gerast á forsendum vindmylluframleiðenda. Þeir stýra algjörlega umræðunni. Það er konar hugmyndir hérna vindorkugarð Klausturselseyði og Fljótsdalsheiði og varðandi Klaustursel þá sveitafélagi einu sinni spurt álits og kannski, ég veit ekki hvort jú, mér finnst það að sveitafélag það sé ekki bara á hendi einstakar landeiganda eða örsveitafélaga hvernig óbyggð víðerni Austurlands skilgreinast. Mér finnst þetta bara stærra mál en það og handa við hornið einhvers konar regluverk hvernig að díla við þetta og fulltrúar hópsins sem að búa til þetta regluverk voru mitt í þessari Danmörkuferð og ég á von á því að sjá einhver danskan blæ á því en meðal annars sem Danir gera sem að liggur bara ekkert fyrir hvernig á að gera á Íslandi. Þeir sem búa í nágrenni vindmylla þeir fá skattafslátt, árlega skattafslátt, sveitarfélög þar sem að vindorku kostir rísa þau fá eingreiðslu frá vindorku framleiðanda sem á að nota í samfélagsverkefni þannig að þessi uppbygging nýtist öllu samfélaginu en ekki bara einstaka landeigendum. Samráðið við alla landeigendur og alla málsaðala með allt öðrum hætti í Danmörku en hér eða þá meira ætla ég að segja og sveitarfélögum þar að auki fram á það bara ég leyfi mér næstu því að segja það sem þeim sýnist bara viljið þið koma með vindorkukostir okkar þá þurfum við að fara gegnum þennan pakka eingreiðslu og eitthvað en svo ætlum við bara að setja og auka kröfur við viljum fá prósent á hagnaði og hvað það sko. Þannig að ég held að það sé alveg rétt og það menn ég bara aðeins að anda með nefnum sjá hvernig þessi reglupakki verður þannig að menn sé ekki að kveita upp á eitthvað sem að menn muni dauðsjá eftir í framtíðinni að bara þá ég að hugsa sveitafélög sérstaklega í því samhengi. Forseti sveitarstjórnar var nú með mér í þessari ferð og hún getur þá bara leiðrétt mig og hún upplifði þetta eitthvað öðruvísi. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson loki máli sínu. Forseti hefst takið til máls og fer fram á fyrsti forseti takið til stjórnarins. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir, beðum orðið. Takk fyrir það. Ég get nú sagt það hér í upphafi, ég sársakna þess að hér sé talað kjarnorkuver sem var uppleggið í þessa umræðu. En hins vegar ég tek allri umræðu vindorku fagnandi að því ég til að umræðan vindorku hér í samfélaginu mætti komast upp á það level að við séum að tala saman að vitrænum hætti og ég get tekið undir það að ferð okkar sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson til Danmörku var mjög góð þó það veri ekki nema hana bara inn fyrir félagskapinn. Við lærðum þar heilmikið og við þurfum svo sem ekki að örvænta hér sveitarstjórn í dag. Matsáætlun vegna Klausturselsvirkjunar mun koma fyrir á næsta sveitarstjórnarfundi. Við getum sett það eins og Macintosh komfortmóla í vasan okkar þegar við förum hérna þessum fundi og þá vitum við hvað verkefni okkar verður á næsta fundi. Að öðru leyti ætla ég nú ekkert að kafa mér ofan í djúpulegina meira en þetta. Ég hef verið svo heppin að fá að starfa með sambandi orkusveitafélaga og sitt þar í stjórn og hef verið að hitta fyrir þeirra hönd starfshópinn sem að endurskoða löggjöf vindorkum og ég held að sé bara margt órætt, margt ólært og margt óráðið en ég bara hlakka til þessar umræðu á næsta sveitarstjórnarfundi. Takk. Fleiri sem vilja kveða sér ljós undir þessu lið? Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Stefánsson, hversu vel? Yes! Jónsson. Nei, sorry. Þröstur Jónsson. Alltaf hef ég gert þetta líka. Frú forseti, gott funda fólki. Ég held ég færi nú að ræði við nafna minn eftir þennan fund að taka við af mér. En það verðan vel þess verður að gera það.
Það er rétt, það ég sakna alveg eins og forseti þess að kjarnorkuver séu rædd sér, það var það sem átti að ræða. Ég eins og að leita á þennan lið kannski ekki endilega sem umræðu kjarnorkuver heldur þessi orkumál í sveitafélaginu almennt og þá sérstaklega orkuframleiðslu vegna þess að hún til umræðu í gegnum svo kallar vindorkuver. Ég ætla eins og að taka undir það sem Helgi Hlynur sagði hér aftur að þetta snýst eftirspurn og hún endalaus. Það alveg hárrétt. Hvernig sem hún verður leyst með því að eyða orkunni innanlands, með því að erlendir aðilar, innreikendur aðri gera það eða með einhverjum strengu landi og það geta með síðan deilt endalaus líka. En eftirspurnin endalaus og ef menn bara horfa það þá skulum bara virkja allt og vindmyllur út allt upp á Esjunni og hvað sem er. En það akkurat þetta sem við þurfum að skoða og við þurfum líka að vera með mjög gagnrýna hugsun vegna þess að ég nefndi hér áðan svokölluð vísindi versus svokölluð pólitísk vísindi sem alls í sami hlutur. Og hér nefndi Berglind Harpa áðan orkuskiptin sem bara ekkert allir sammála hvort það verði eða yfir höfuð sé þörf á. Jú, þetta snýst einhver gróðurhúsaáhrif sem eiga að vera af völdum hins hræðilega snefilefni sem heitir CO2, koldíoxíð, sem nota bene 0,04% af lofthjúpnum, 400 ppm í dag og hefur í jarðsögunni oft verið bara miklu hærra. Og vísindamennir bara ekkert á einu málu þetta, fjöldir að þúsundavís. En þetta eins og rekið áfram af gríðarlega öflugum, sterkum öflum í heiminum, bæði fjölmiðlum og fjármagnseigendum í samslútti við pólitíkina og allt kristallast þetta nú í þessum merku samtökum World Economic Forum sem ég vil nefna glæpasamtök hér, það hvernig heimsmynd okkar á að vera og við Íslendingar ætlum einhvern veginn að beygja okkur undir þetta. Ég vil þessu sambandi nefna sérstaklega bara sem dæmi viðtal sem var við forseta Toyota eða bara ummæli hans, stærsta bifreiðaframleiðanda heims og hann svo stór að hann miklu stærri en allir aðrir. Og hann bara ekki verið skítið þetta. Rafmagnsbílar bara ekkert að koma. Þeir alltaf bara ekkert að framleiða rafmagnsbíla. Þeim bara svona til málamynda. Og ástæðan svo að vísindi nefnilegasta ekki þau sömu og tækni og hinn pólitísku vísindi. Þessi orkuskipti, ef mann líta á þetta bara pjúra vísindarlega, ekki að verða vegna þess að tæknilausnirnar ekki til staðar. Og það langt í þar. Það langt í þar. Og þetta mun hrynja smátt og smátt. Ég meina á heimurinn og menn að galandi það heimurinn sé að farast. Sko heimurinn átti að farast 2014. Ísinn á norðurpóli, samkvæmt fyrstu spálíkonum átti að vera farin 2014. Býtu það einhverstað þarna. Löngu lið. Ísbjörnum líði vel, þeim fjölgar. Þannig að það nú ýmislegt bogið í þessu og ég held menn þurfumst alls þar að anda með nefinu þegar það kemur að þessum málum. Ef eitthvað stútar heiminum þá það bara, geta við bara að lesa opinberun bókina, þess að ekki komin þokkalega inn í hana bara nú þegar. Það ekki snefilefni CO2 sem heldur okkur reyndar lifandi, öllum gróðri á jörðinni. En svona koma þessu, þetta nú komið langt út fyrir sveitarstjórnarstíð, við erum komið hér í heimsmál. Takk fyrir. Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi í málsinu. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls og ég mun fyrst ætla ég að bera fram frestunartillögu sveitarstjórnarfulltrúa Hilda Þórisdóttur. Þeir sem samþykkja fresta málinu réttu upp hönd. Það eru 3 atkvæði. Þeir sem hafna frestun réttu upp hönd. Það eru 6 atkvæði, einhver sem situr hjá, 1 sem situr hjá, það er þetta vantar 1 sveitarstjórnarfulltrúa í salinn. Við skulum þá doka við, fólk getur fyllt á kaffibollan. Og fengið Sveinn Macintosh, Múla.
Sveitarstjórnarfulltrúar mega nú ekki bregða sig hér af bæ, þá kemst upp það. Við skulum þá taka frestunartillögu hennar Hildar fyrir. Við vorum búin að afgreiða það, voru 6 á móti. Viltu gera grein fyrir atkvæðinu eða viltu að við höfum aðra atkvæðagreiðslu? Nei. Viltu sitja hjá eða? Já, situr hjá. Frestunartillaga Hildar því felld. Ég mun þá taka til afgreiðslu tillöguna sem liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings mun ekki láta fara fram fýsileikakönnun á uppsetningu og rekstri kjarnorkuvers í Múlaþingi, enda engin aðili sýnt áhuga á slíkum rekstri í sveitarfélaginu. Þeir sem eru samþykki því rétt upp hönd. Getur þú lesið þetta aftur aðeins hefur? Já. Sveitarstjórn Múlaþings mun ekki láta fara fram fýsileikakönnun á uppsetningu og rekstri kjarnorkuvers í Múlaþingi, enda engin aðili sýnt áhuga á slíkum rekstri í sveitarfélaginu. Þeir sem eru samþykki því rétt upp hönd. Það eru þá 6 atkvæði. Þeir sem eru á móti tillögunni rétt upp hönd. Og þeir sem sitja hjá rétt upp hönd. Það eru 5 sem sitja hjá. Á mjög kröftu að máta. Þá erum við komin í skýrslu heimastjórna og það er liður númer 18 og við byrjum venju samkvæmt stafrófsröð og ég ætla að bjóða formann heimastjórn Borgarfjarðar hér í pontu. Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi og kjörsvel. Eru tímamörk á mér? Sjáum til. Frú forseti og aðrir fundarmenn. Það hefur verið haldinn 1 fundur heimastjórnar Borgarfjarðar frá síðasta sveitarstjórnarfundi. Veit ekki alveg af hverju við erum að taka aftur fyrir fundargerð 29. Við tókum hana fyrir á síðasta sveitarstjórnarfundi. Gott og vel. Það er svolítið hjákátlegt að koma hérna vegna þess að svona í stjórnsýslunni á Borgarfirði er nú bara eitt mál sem að fólk hefur skoðanir á og svo sem hér stendur er að hann hefur verið að fjalla þar En önnur mál sem að er í það sem við gerðum á síðasta sveitarstjórnarfundi, það var talsverður húsnæðiskapall, það var auglýst til umsóknar íbúð og það bárust 3 umsóknir þá íbúð. Þessi íbúð var byggð með stofnframlögum og er ein af 9 íbúðunum sem við köllum og með smá samráði við umsækjendur þá fundum við lausn á þessum húsnæðiskapli sem allir munu una, sem var mjög gleðilegt. Ég veit að ástæða þess að bárust ekki fleiri umsóknir voru að margir horfa til annarar íbúðar sem að losna, eða sem töldu vera að losna áramót sem Víkurnes, en hins vegar nýtti heimastjórn ákvæði í reglum úthlutun og leiguhúsnæði í eigu Múlaþings að úthluta því án auglýsingar, þar sem að það var 3 manna fjölskylda sem bjó orðið í einu herbergi og var mjög mikilvægt að bregðast við því. Við fjölluðum aðeins verkefni Betri Borgarfjörður. Það er svolítið á okkar mati eða þeirra mati. Ég satt hann lið sem gestur verandi verkefnastjóri Betri Borgarfjarðar. En það er svona heimastjórn það var haldinn sem það fundur í verkefnastjórn Betri Borgarfjarðar, skal ég segja ykkur frá, og verkefnastjórnin lýsti þeirri skoðun sinni að heimastjórn ætti að vera svona stefnumarkandi aflið fyrir áframhald verkefnisins og heimastjórn listi sig reiðubúna að taka þátt í því og bókaði eftirfarandi. Heimastjórn Borgarfjarðar lýsti tilbúin að taka virka þátt í verkefninu berist formlegt erindi þar og þá urðu menni það vissi eiginlega enginn hvert menn ætti að beina þessu, því að þetta verkefni virðist vera svona svolítið umboðslaust. Ég veit ekki alveg, ég hef búin að semja margar ræður sem ég hætti að flytja hérna
varandi þetta, en eitt sem ég langar þó að segja er að það sem hefur gerst síðast liðin misseri, eða ekki misseri, vikur, hefur fengið mig til þess að hugsa. Ég hef alla tíð verið þeirra skoðunar að það sé ekkert vandamál við það að vera í minnihluta sem formaður heimastjórnar og jafnvel í sumum tilfellum betra, en ég get viðurkennt að ég sé aðeins orðið ágalla við það nú orðið. Það var haldinn fundur, sá sem hér stendur var boðaður rýnihóp á vegum Hvíta hússins varðandi svona, hvað það heitir, varðandi hvernig við sæju brandið Múlaþing fyrir sér, og eitt af því sem kom mjög sterkt fram á fundinum á Borgarfirði var að menn óskuðu þess að menn voru beðnir að lýsa hvaða karakter einkenni menn vildu að Múlaþing hefðu. Reyniði nú að svara því hér. En eitt af því sem kom mjög skýrt fram af hálfu borgfirðinga, held ég mig alveg segja, er að menn vilja að Múlaþing sé víðsýnt. Ein önnur frétt sem ég langar að segja frá er að það var opnað fyrir tilboð áframhaldandi hafnargerð á Borgarfirði og það kom vel út, þannig að það er alltaf líkur til þess að næsti áfangi í hafnargerð á Borgarfirði standist áætlun, bæði hvað var það tíma og kostnað. Ég vil ekki hafa þetta lengra, takk. Takk fyrir það. Þakkum formann heimastjórnar Borgarfirði fyrir þetta. Þá ætlum við að fá næst formann heimastjórnar Fljótsdalshéraðs, sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson. Afskaplega. Nei, fyrirgefðu. Já, nei, þetta er vitlaust í afsakið. Formann heimastjórnar Djúpavogs skulum við fá hér Guðný Lára Guðrúnardóttir, sveitarstjórnarfulltrúi Gjörsveit. Góð stárúsa hjá mér. Akkurat. Frú forseti og aðri fundamenn, ég vil byrja að segja að þetta verður enga stutt hjá mér í dag, þar sem ég sat ekki síðasta heimastjórnarfund. En mér langar samt að koma upp og segja nokkur orð. Ég ætla að byrja að minna á hversu mikilvægt er að halda umræðan á lofti varðar Axarveginn og kallað hefur eftir úrbótum á vetrarþjónustu vegarins og árétta ég hér með enn og aftur mikilvægi þess að það verða veruleika. Framtíð Faktorshússins er í ákveðinni biðstöðu en verið er að finna lausn á því og er von heimastjórnar að það gangi sem best. Vegtenging við Gleðivík var til umræðu og kom Sigurður Jónsson inn á fund og lýsti fyrirhuguðum breytingum og gerir heimastjórn ekki athugasemdir við tillögurnar. Sérstaklega ef breytingin leiðir til þess að skipulag liggi fyrir fyrr en stefnt var að. Einnig að verkefni veri unnið í góðu samráði við íbúa og aðra hagaðila. Takk fyrir. Við þökkum Guðný Láru Guðrúnardóttir kærlega fyrir. Þá ætlum við að fá formann heimastjórnar Fljótsdalshéraðs Vilhjálmur Jónsson. Gjörðu svo vel. Forseti og gott fundafólk. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs hefur fundað, það hefur haldið einn fund frá síðasta fundi sveitarstjórnar þann 9. nóvember síðastliðinn og sá fundur var 8. desember. Þar áður hélt heimastjórn fund 8. nóvember degi fyrir sveitarstjórnarfund og liggur svo fundi gera einnig fyrir þessum fundi til kynningar. En svona utan þess sem framkemur í fundagerðum heimastjórnarna og ég held að sé gert ágætlega grein fyrir í bókunum fundagerðana, þá sátu fulltrúar heimastjórnar að tóku þátt í ársfundi náttúruverndarnefndar sveitarfélaga sem var haldinn 10. nóvember í Grindavík í svokölluðu streymi. Nú það voru þar fjölmörg áhugaverð og fróðleg erindi sem voru flutt á fundinum, en í umræðum var meðal annars fjallað fyrirkomulag náttúruverndarnefndar hjá sveitarfélögum, tengsl þeirra við stofnanir og margvísleg viðfangsefni þeirra. Meðal annars kom fram hjá allnokkrum sveitarfélögum fara umhverfis eða skipulagsnefndin við hlutverk náttúruverndarnefnda. Og ég held að megi alveg segja það að umræðum á fundinum má ráða að sé nokkuð vel búið þetta hlutverk í heimastjórnunum hjá okkur, þannig að það hefur nú bara tekist vel til með það. Nú, þann 22. nóvember
kom vinnuhópur útfjárasverkefni til fundar við heimastjórnina. Það var svona ekki heimastjórnafundur, heldur fundur að beiðni vinnuhópsins og kynnti niðurstöðu könnunar og íbúaþing sem hópurinn hefur unnið með aðstoð Austurbrúar og kynnti þar tillögur. Heimastjórnin tók máli til umfjöllunar á síðasta fundi og það er mat heimastjórnarinnar að vinnuhópurinn hafi unnið mikið og gott starf og að í fyrirliggjandi tillögum sem voru kynntar og einnig í könnuninni séu margvísleg tækifæri til að vinna úrbótum og framförum fyrir svæðið. Heimastjórnin vísaði tillögunum til umfjöllunar í byggðaráði og áformar að funda með vinnuhópnum málið nýlega fljótlega í upphafi árs. Og það má bara geta þess í þessari könnun að þetta er svona viða mikil þjónustu könnun sem tekur á ýmsum grunnþáttum á svæðinu og sem að verður ég held að sé bara mjög mikilvægt að fá úrlausn svona þessara helstu þáttar sem að könnunin endurspeglar. Nú að lokum á geta þess heimastjórnin hefur aðkomað uppfærslu húsnæðisáætlana sem fer fram árlega og er nú í vinnslu og mikilvægt að geta séð samhæfingu húsnæðisáætlana og skipulagsáætlana. Takk. Við þakkum sveitarstjórnarfulltrúa og formanni heimastjórnar Fljótsdalshéraðs fyrir yfirferð sína. Þá ætlum við að bjóða formann heimastjórnar Seyðisfjarðar, sveitarstjórnarfulltrúa Björg Einarsdóttir, gjörðu svo vel. Frú forseti og gott fundarfólk. 29. fundur heimastjórnar Seyðisfjarðar var haldinn 8. desember. Þar voru ýmis mál á dagskrá en þar ber kannski helst að nefna að heimastjórn fékk til sín góða gesti þar meðal frá eignasviði og var farið vel yfir stöðu mála á framkvæmdum og herðubrögð á gamla ríkinu. Heimastjórn fagnar fyrirhuguðum framkvæmdum og leggur áherslu á að vel sé haldið áfram með þau mál snúa að gamla ríkinu þar sem ástand hússins fer nú ekki batnandi. Einnig kom fram í bókun heimastjórnar að mikilvægt sé að nýta þá fjármuni sem verkinu eru ætlaðir vel og eitt liður í því gæti til að mynda verið að finna húsinu framtíðar ekstra aðalega á framkvæmdastigi, svo aðlaga megi framkvæmdunar að framtíðar starfsemi hússins. Heimastjórn lagði einnig fram bókun Fjarðarheiðargöng, brýnasta samfélagsmál Seyðfirðinga og Austurlands alls. Heimastjórn leggur ríka áherslu á að áætlanir standist áfram og óskaði því samhengi eftir samtali við innviðaráðherra og forstjóra Vegagerðarinnar. Ekki hefur enn orðið að því samtali enda nýleg beiðni. Á fundinum voru líka starfsmannamál leikskólans á Seyðisfirði rædd og því beint til fjölskylduráðs, leikskólafulltrúa og verkefnastjóra Mannhaus að leita leiða til að koma til móts við það ástand sem hefur ríkt og ekki útlit fyrir að fara skánandi á næstu mánuðum. Það hefur þurft að loka deildum með skömmum fyrirvara vegna manneklu og áhrifa slíks gætir auðvitað víða í samfélaginu. Eins og fram kemur í fundargerðinni vill heimastjórn hvetja til þess að horft verði til þeirra tækifæra sem liggja í rekstri Seyðisfjarðarskóla til að tryggja áreiðanlegt og faglegt starf. Að lokum er svo rétt að nefna að Seyðfirðingar fagna frostinu þó að 20 gráður séu mögulega aðeins og vel í lagt. En þann 7. desember var haldinn íbúafundur á Seyðisfirði þar sem frumathugun á ofanflóðavörnum fyrir svæðið á milli Dagmálalækjar og Búðarár var kynnt. Fundurinn var vel sóttur og kynningin upplýsandi þar sem bæði var farið yfir frumathugunina sem og mótvægisaðgerðir. Við þökkum formanni heimastjórnar á Seyðisfirði kærlega fyrir þetta. Forseti hyggst þá taka til umræðu eins og venjan opna mælendaskrá undir skýrslur heimastjórna. Það er rétt að taka fram að í lið 19 heimastjórn Borgarfjarðar fundargerð nr. 29. Þessi fundargerð var sannarlega eins og Eyþór Stefánsson sveitarstjórnarfulltrúi. Nei, en í næsta lið til umfjöllunar. Já. Þessi fundargerð var til kynningar á síðasta sveitarstjórnarfundi, þannig að ég mun ekki opna umræðu undir henni enda telja umræðu þessa fundargerð hafa farið fram á síðasta sveitarstjórnarfundi sem liður 19. Skýrslur heimastjórnar liður nr. 18, hann er lokið og núna ætla ég að opna þá fyrir umræður undir fundargerðum heimastjórnar sem liður 20, 21, 22, 23, 24. Fundargerð heimastjórnar Borgarfjarðar nr. 30, fundargerð heimastjórn Fljótsdalshéraðs nr. 28 og 29, fundargerð heimastjórn Djúpavogs nr. 32 og fundargerð heimastjórn Seyðisfjarðar nr. 29. Ég vil biðja og minna fólk á að taka fram í upphafi síns máls í hvaða fundargerð og málsnúmer það vísar í. Mælendaskrá er opin. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi.
Já, frú forseti, annað gott funda fólk. Jónsson ég víst. Sagði ég ekki. Jú, jú. Þetta var heimastjórn Seyðisfjarðar 2009. fundur. Jú, Seyðisfjarðar. Seyðisfjarðar, já. Stoppið þarna sko. Þar undir liður 5, Fjarðargöng, staðamála, það svo sem ekki fyrir það sem reynt að stoppa mig. Ég tek undir áhyggjur heimastjórnar, hvað þetta varðar, og ekki síst í ljósi þess að því meir sem ég hugsa þetta mál og því meir sem kemur í ljós að þá bara sé ekki hvernig þessi framkvæmd á að komast að stað í núverandi mynd. Og ástæða þess einfaldlega svo að þetta ekki bara göng, heldur þetta vegur líka. Og hér búið að samþykkja aðalskipulagsbreytingu varðandi leiðaval. Það sem að leiðin á að fara háskóg, náttúrulega tiltekið Egilsstaðaskóg, Birkiskóg, háskóg, Birkiskóg og ekki nóg með það heldur háskóg í þeirri sjaldgæfu tegund sem heitir blæösp, sem þá ennþá verra. Og sko, í þessu skógi er stærsti og merkilegasti fundarstaður blæðespar á landinu, einstak náttúruvætti á landsvísu, hæstu blæðismur eru alltaf 10-12 metra háar, 10. kafli 61. greinar náttúruverndarlaga, og þetta er það sem ég vil leggja áherslu á hérna, vegna þess að ég hef miklar áhyggjur af þessu, kveður skýrt á að slíku svæði skuli ekki raska nema brýna nauðsyn beri til. Brýna nauðsyn ber ekki til í þessu tilfelli, því önnur leið í boði, það er svokölluð norðurleið. Það er reyndar skógur það líka og það er örugglega að koma með þau rök, en það er lágskógur, það er kjarr. Þannig að ég sé ekki annað en að jafnvel að þó að ráðherra komi hér og lofi öllu fagrum framkvæmdir, að ég sé ekki bara hvernig vegaframkvæmdin á að fara það fram hjá og fara fram. Í öðru lagi, eða kannski í fyrsta lagi, má segja það líka að klúrið við þetta var náttúrulega þegar við fluttum gangnamunan frá Steinholtið þarna inn eftir, vegna þess að hefðan bara fengið að vera þar þá hefði vantilega aldrei komið til neinna mögulegs ágreinings við landeigendur vegagerð. Í tilfellinu gangnamunni inn við Dalhús sé ég ekki betur að þessi stór hætta á því að það verði harkalegar deilur við landeigendur, hvort sem farið sunnamegin eða norðamegin. Og þá kemur væntanlega til eignanáms, get tekið mörg ár. Þannig að þetta er mér algjörlega hulið hvernig menn ætla að leysa þetta með þessi blessuðu göng, þeir komin þarna inn eftir, og sérstaklega þá varðað þessa blessuðu suðurleið vegna þess að náttúruverndarlög munu einfaldlega stoppa að henni verið. Þannig að ég veit ekki hvað að gera, kannski komast Siglufirðingar bara í gegnum göngin og það voru bara þyrlupallur hinum megin og þeir voru allir selvfluttir með þyrlunir og Egilsstaðaflugvöll, veit það ekki. En ég vildi koma þessu að þetta held ég að sé að verða hér næsta mál. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson hefur lokið máli sínu. Ívar Karl Hafleifsson, sveitarstjórnarfulltrúi, var búinn að biðja orðið, gjörðu svo vel. Frú forseti, þetta er liður 23 sem er fundur heimastjórnar Djúpavogs og mér langaði bara, þar fengum við að sjá skipulagstillögur sem tengjast vegtengingu og skipulagi á hafnarsvæðinu og alveg út í Vog og það var svona eindamálið þeirra sem sátu þennan fund og hérna í heimastjórn að þetta væri vel til fundið og ég held að þetta svona rammeit átt inn og leysi mörg vandamál sem við höfum verið að díla við þarna, bæði með umgang ferðamanna, aðgengi vörubíla og í rauninni ákveðin skorta þarna á höfnum, á á bryggjum sem taka skemmtiferðaskip og það verður bara gaman því ég veit að þessu var vísað núna til umhverfis- og framkvæmdanefndar og verður væntanlega þar og ég held að þetta sé bara eitthvað sem skiptir ykkur bara gríðarlegu máli, þetta er bara mjög vel heppnað og
svona ég segja, af því að þetta snertilega á fleiri málum og ég held að þetta svona leysi bara þennan vanda sem var komin þarna upp varandi trengsli og kofi ferðamanna, öryggi og annað. Þannig að ég held að langar bara að fagna þessu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Frú forseti og aðrir fundarmenn, ég langar aðeins að spyrja formann heimastjórnar á Seyðisfirði út í þetta sem sagt liður, eða fundarliður 24, heimastjórn Seyðisfirði 29. Hérna út í skal ég segja fundarlið nr. 3 sem er félagslega heimilið herðubreið rekstur. Það kemur fram að samningurinn sé að renna út og það eigi að bjóða þetta út og auglýsa eftir rekstraraðilum til næstu 5 ára samkvæmt nýju útboði. Ég langaði bara aðeins að forvitnast hvernig sjá menn þetta fyrir sér og hvernig verður rekstrarformið. Ekki hafa þetta lengra. Já, sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur borið fram fyrirspurn. Ég ætla að bjóða formanni heimastjórnar Seyðisfjarðar að svara því. Frú forseti, gott fundafólk. Já, það er sem sagt hefur verið almenn ánægja með reksturinn undanfarin ár en þessi ákvörðun að fara í útboð núna er tekin bara í ljósi þess að við hafa gagnsæja stjórnsýslu og samningurinn er frá 2016 og það er búið að framlengja 2 ár frá upphaflegum samning, svo þessi ákvörðun tekin núna að fara í útboð. Það er kannski ekki stórar breytingar á því hvernig fólk sér reksturinn fyrir sér. Það liggja fyrir, það eru til einhver samningsdrög sem auðvitað verða uppfærð eftir því hvernig útboðið fer, en það eru kannski engar stóra breytingar. Það hefur verið almenn ánægja með reksturinn undanfarin ár. Takk fyrir það. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir og lokið máli sínu. Hildur Þórisdóttir búin að óska eftir orðinu. Sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæti fundarmenn. Það er búið að koma inn á það sem ég ætlaði að spyrja um. Þetta er 29. fundur heimastjórnar Seyðisfjarðar og ég er svona einmitt ætlaði aðeins að koma inn á það hvaða sjónarmið hefði legið þar að baki því að bjóða út reksturinn á félagsheimilinu í Herðubreið. Þetta er liður 3. Björgin er búin að svara því svona að flestu leyti. Mér langar svona aðeins að spyrja betur út í 4. lið Gamla ríkið á Seyðisfirði. Það sem að því máli er vísað til umhverfis- og framkvæmdasviðs. Að það verði fundin framtíðar rekstraraðili. Hver er svona hugsunin á bak við það ef að formar geti komið hér upp og útskýrt það betur fyrir okkur. Og svo langar mig að spyrja út í lið 5, Fjarðaragöng, staða mála. Hvort það sé komin dagsetning á fyrirhugaðan fund með innviðaráðherra sem hefur staðið til lengi og svo hvað var svona, hvort það sé ekki alltaf áætlun eftir fund þingmannakjördæmisins með vegagerðinni sem haldið var núna nýverið, það sem að farið yfir stöðumála á Fjarðaragöngum. Ekki meiri bíli, takk. Hildur Þórisdóttir hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir, formaður heimastjórnar Seyðisfjarðar, gjörðu svo vel. Frú forseti, gott fundarfólk. Varðandi Gamla ríkið að þá fengum við þarna bara góða yfirferð á fyrirhugaðum framkvæmdum og já, og það sem ástæðan fyrir við leggjum fram þessa bókun eða þessa eða leggjum þetta til við umhverfis- og framkvæmdasvið er bara að það var á einhvern tímann, já, nú er ég ekki alveg nóg vel inn á hvaða tímapunkti það var, en það var farið í einhverju hugmyndasamkeppni varðandi
reksturinn og þá svona komum fram ákveðnar hugmyndir hvernig rekstur væri hugsaður hérna í þessu húsi og eins og við ræddum á þessum fundi heimastjórnar núna að þá vildum við bara svona hnykkja á að væri kannski til þess að nýta þá fjármuni sem best sem á að leggja í þetta verkefni að það væri svona að lægi fyrir hvers kyns starfsemi yrði í húsinu, hvernig þyrfti að hafa aðgengi og annað með tilliti til þess hvers konar starfsemi yrði í húsinu. Þannig að það var svona hugmyndin með þessu. Varðandi Fjarðarheiðargöng, eins og ég sagði þá var ekki komin dagsending á þennan fund sem við óskuðum eftir enda kannski ekki nema nokkra daga síðan að beiðnin fór. En þetta er náttúrulega kannski ekki fundur sem hefur verið beðið eftir lengi. Við heimastjórn Seyðisfjarðar er fyrsta sinn óska eftir þessu samtali við heimastjórnina per se. Get kannski ekki alveg svara fyrir hitt, leit öðrum það eftir. Hildur Þórisdóttir hefur óskað að taka aftur til máls sveitarstjórnarfulltrúi. Þegar hún er búin þá tekja að Birni Ingimarssyni færa á því að koma til svara. Forseti ágætu fundarmenn. Já, þannig að sé alveg skýrt þá hefur sveitarstjórn óskað eftir fundi með innviðaráð þegar það er töluvert langt síðan. Þannig ég var að spyrja frekar út í það. Varðandi hugmyndasamkeppnina þá minnir mig að hún hafi verið 2020. Það voru held ég 8 hugmyndir mjög metnaðarfullar sem að koma inn. Ein þeirra var valin og því miður þurfti það fólk frá að hverfa því það er einfaldlega leið svo langur tími, ýmsar ástæður fyrir því, skriðuföll og fleira. En þau gögn eru til, það er hægt að byggja þeim og þær hugmyndir sem kom inn síðast voru mjög metnaðarfullar og flottar, þannig að ég gerir ráð fyrir að það væri flott að fara þá leið. Takk. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, gott fundarfólk. Þetta varðar lið 24, fundagerð 2009. fundagerð heimastjórnar Seyðisfjarðar og umræðinni hérna Fjarðarheiðargöng og óskinum fund með innviðaráðherra. Bara eins og Hildur kom inn á, þá höfum við fundað með innviðaráðherra og óska eftir hann komi hingað til fundar með sveitarstjórn og fulltrúum heimastjórna. Og ég legg nú bara áherslu á það að við höldum þeirri vinnu áfram og við höfum ekki að kljúfa það í sundur, sko. Þannig að hann komi bara einstaka fundi með heimastjórnum. Þannig að við svona bindum vonir við að ráðherra verði við þessu, að við skildum hann og þannig þegar við fundum hann síðast og að þessum fundi geti orðið núna í janúar. Við leggjum líka áherslu á að þá verði forstjóri Vegagerðarinnar einmitt með á þeim fundi. Og þá erum við að ræða mál eins og Fjarðarheiðargöngin, en svo eru náttúrulega mörg önnur mál sem eru sko gífurlega mikilvæg og við viljum taka í þeirri umræðu. En bara til að koma þessu framfæri ég átti fund með innviðaráðherra ásamt forseta sveitarstjórnar þar sem að það komur svona á framfæri ákveðin mál sem að mér finnst eðlilegt að hann komið með beint í samtali við okkur frekar en að við séum að bera þetta fram sem ekki milliliður. En ég vil bara ítrekka þessi vinna er í gangi. Sveitarstjóri Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Bara aðeins að sko ég óttast að örlítið að ég segi ekki bara Þröstur Stefánsson til þess að ekki að ég eða einhver vanhæfi hafi hérna rétt fyrir sér með 3 gráður í svona megin. Ég vona hins vegar að hann hafi rangt fyrir sér og við þurfum að vera vakandi yfir þessu. Þetta er eitt af því sem getur seinka verkefninu og hérna en vonandi gera það ekki. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem taka til máls undir þessum lið?
Svo ekki, þá liður 19 hafði verið lagður til umfjöllun á síðasta sveitarstjórnarfundi, svo liður 20, 21, 22, 23, 24 hér lagður fram til kynningar. Þá erum við komin í fundargerðir byggðaráðs númer 67, fundargerð byggðaráðs númer 68, 69 og 70. Að ræða lið 25, 26, 27, 28. Þessar fundargerðir eru hér teknar saman til umræðu og ég opna mælendaskrá undir þessum lið. Einhverju sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá teljast þær hér lagðar fram til kynningar. Við erum með næst fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs númer 68, 69, 70 og 71. Að ræða lið 29, 30, 31 og 32. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum. Einhverju sem vilja taka til máls undir þessum liðum? Svo ekki, þá þetta hér með lagt fram til kynningar. Við erum þá að tala fundargerðir fjölskylduráðs númer 56, 57, 58. Að ræða lið 33, 34 og 35 og ég opna mælendaskrá undir þessum lið. Það Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, annað funda fólk. Þetta varðar fjölskylduráð Múlaþings, 58. fundur, það að segja liður 35. Þar undir liður 7, heimsókn skólastofnana í Múlaþingi til trúfélaga. Þarna virðist hafa orðið töluverðar deilur þetta mál, samkvæmt fundargerð, og ég ætla að vekja athygli á því að málið fjallar bróðir minn og mikinn vin minn sem sprelllifandi, sjálfan Jesú bróðir besta. En ég veit ekki hvort vanhæfislög ná til slíkra andlegra bræðra, þannig að sennilega get ég haldið hér áfram. Það alveg með ólíkindum, þegar það gert aftur og aftur að reyna einhvern veginn að útiloka grundvalla trúfélag okkar sem þjóðfélag okkar grundvallað á frá því að ná til barnan okkar. Það eins og þetta sé eitthvað hættulegt og þetta snýst það. Þetta snýst ekki önnur trúfélag. Það ekkert annað trúfélag að ráði í Múlaþingi. Það að vísu einhvað lítið ásatrúarfélag en ég trúi því ekki að þetta nái til þess. Og þarna urðu verulega átök. Sigurður Gunnarsson formaður mælti fyrir bókun þarna sem féll ef ég skil rétt á jöfnum atkvæðum. Það sem að rauninni var fjallað það sem var vilhöll því að börn fengju að fara í heimsækja trúfélög úr skóla. Það var önnur bókun sem var í rauninni á andvöru meiði. Hún féll líka á jöfnum atkvæðum og endin var eiginlega bara eitthvað útþynnt. Fjölskylduráð felur fræðslustjóra að vinna reglur samskipti skólastofnana Múlaþings og trúfélag. Það ekki þá að vinna reglur ýmislegt annað. Það ekki að vinna reglur þessa veraldlegu guði okkar, mammon, jólasveinana, heimsóknir rithöfunda með upplestur í barnaskólum sem við tíðkast hér. Og svo framvegis, heimsóknir í atvinnufyrirtæki. Þetta ekki allt saman, veldur þetta ekki allt saman móðgun einhvers staðar? Og af hverju? Það að taka Jesú Krist og þann góða boðskap sem hann hefur að boða og reyna að loka á hann. Jú, það alveg þekkt. Það kemur fram í ritningunni sjálfu. Þannig mun djöfullinn vinna í gegnum mannfólkið. Þetta nefnilegast ekki deila milli manna, þetta eru deilur andavera heimingeimsins eins og stendur. En bara til þess að fræða, og ég held að sé mér mikilvægt að
sveitastjórnarfulltrúar, hvort sem sveitastjórnarfulltrúar eða nefndarfólki, fjölskyldur sem að fjalla þetta, að það leiti sér smá kunnátt áður en það fjallar og mikið þetta. Vegna þess að bara svo maður fletti, ég hef nú gert það að gamni mínu síðustu 3 árin, bara að leita þess hvað mikið sannleiksgildi í þessari ágætu sögu Jesú Krist, Nýja testamenti. Maður reyna yfir það. Sveitastjórnarfulltrúum sem reyndu þetta og nefndarfólki til uppbærunar og fræðslu. Ritin sem eru til grundvallar Nýja testamentsins, fornrit frá 1. og 2. öld, 1. til 2. aldar, 8. aldar, eru 5.700 handrit. Ef við tökum Sesar, Gallastríðin, þá er það 10. Allir trúa á það, og það er allt gerst, það sé rétt. Eigum að halda áfram. Gatið frá því að atburðurinn gerðist, Gallastríðið eftir, tökum það sem dæmi, þangað til fyrstu ritin komu, 1000 ár. 1000 ár. Frá því að atburður Nýja testamentins gerðu, til þess að það var því ákomið á blað, 30 til 70 ár. 30 til 70 ár versus 1000 ár. Eigum að halda áfram. Ekki kristnir sagnaritarar á borð við Jósefus, Taktíus, Lúsían og Babylonian Talmud. Þau vitna öllum þá atburði sem þarna urðu. Og í hinu stóra samhengi þá segja einfaldlega: fullyrða uppi hafi verið maður að nafni Jesú, svokallaði Kristur, með viturlegar og sannfærandi kenningar, gerandi kraftaverka og annars konar galdra, og sem lenti í útistöðum við yfirvöld gyðinga og var krossfestur. Síðan hafa ótal fræðimenn farið í gegnum það hvort að guðspjallamennir hafi getað skrifað áreiðanlega sögu, hvort þeir hafa ætlað að skrifa áreiðanlega sögu og hvort þeim hafi tekist að skrifa áreiðanlega sögu. Allur fræðiheimur þessu sviði er sammála það að slíkt hafi verið. Það er þessi svo kallaði gætlisti, gátu ætliðu tókst að hann stenst. Þannig að þessu gefnu þá held ég að sveitarstjórnarfólk og nefndafólk ætti að fara mjög varlega í það að koma í veg fyrir það sem Jesú Kristus sagði sjálfur: leyfið börnunum að koma til mín. Vegna þess að það getur ekkert annað en gert þeim gott. Og ef það eru einstakir foreldrar sem ekki vilja það, já, þá hafa þau fullan rétt til þess að taka börnin sín frá því. En á meðan þetta er svona að 2 grunnskólar í Múlaþingi af 3 frekar en 4 sem neita því að Gídeonfélagið komið inn til þess að afhenda Nýja testamentið eru í Múlaþingi. Þegar talið er frá landsbyrni, Borgarfjörður og alveg norður og austur til Hveragerðis. 3 eða 4 skóla, manna það ekki, en 2 þeirra eru í Múlaþingi. Og hvernig má það vera að þetta má ekki, það má ekki koma Jesú Kristi inn í skólana, á meðan önnur samtök, ég ætla ekki eins og nefna nöfnin, fá að vaða þar rithöfundar með mismunandi boðskap, með að koma þar og lesa upp úr bókum sín. Jesú Kristur, hann má ekki koma inn. Vitið að ég held að þetta er bara alveg lýsandi og sannar enn betur fyrir mér hvað þessi trúarbrögð eða kristni er mikilvæg þjóðfélag okkar. Þetta snýst lífið sjálft. Að þarna er reynt með öllum tiltækum ráðum að koma í veg fyrir það að boðskapurinn sem er lífið sjálft, ljósið, ljós lífsins, komist til barnan okkar. Og ég hafna því og ég mótmæli því hér harkalega og þessum ræðustólu. Ég vona það að þeir sveitarstjórnarfulltrúar sem hér inni sitja og tóku þátt í þessar aðför komi hér og svari fyrir þetta. Takk fyrir. Já, sveitarstjórnarfulltrúar Gústav Jónsson hefur átt í máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúar Björg Eyþórsdóttir hefur óskað eftir að taka þetta máli skjara svo vel. Frú forseti, gott fundafólk.
Það var nú ekki eining innan ráðsins með afgreiðslu þessa erindis eins og fram kemur í fundargerð og sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson kom líka inn á. Varðandi bókun fjölskylduráðs að fræðslustjóra hafi verið falið að útbúa reglur fyrir Múlaþing þessu að lútandi. Eiga sérst að taka mið á bæði reglum sveitarfélaga fyrir sameiningu af því það eru til viðmið fyrir þessi mál og sérst taka mið á alnámskrá grunnskólans og einhverju leyti samkvæmt umræðum á fundinum. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson velti því upp í þessu samhengi hvort ekki þyrfti að útbúa þá reglur ýmislegt annað. Það bara þannig að það eru til viðmið akkurat að þessu lútandi og þess vegna fannst okkur að Múlaþing ætti að það ætti eins og uppfæra það eftir sameiningu af því þau eru til fyrir eldri sveitarfélagin og þess vegna var þessi bókun lögð fram. Kannski bara aðeins að bæta við að það er öllum trúfélögum heimilt að bjóða börnum í heimsókn og að fara með fræðslu í skóla og það er alveg skýrt að þessi heimsókn eigi ekki að fela í þessu trúboð en þetta er fræðsla og þegar kemur upp að barn velur að fara ekki eða foreldrar velja fyrir sitt barn að fara ekki þá mætti líta á það sem bara svona kannski tækifæri til þess að ræða ólíka lífskoðanir þó að vissulega sé fólki ekki skylt að gera grein fyrir lífskoðun sínum og það er alveg skýrt í þessu öllu saman allir í þessari umræðu. En það er svona bara misjöfn sjónarmið að þessu. Að mínu viti er umræðum ólík sjónarmið og ólíkar lífskoðanir alltaf af henni góða og til þess gerða minnka fordóma. Af því það er engu trúfélagi til dæmis bannað að koma inn með sitt en kirkjan vissulega nýtir þetta sem kannski önnur trúfélagi gera ekki. En það er svo í þeirra höndum, náttúrulega. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eysteinsdóttir hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Þú varst í sambandi. Hvað sagði þér? Þú varst með tölvuna í sambandi. Já, forseti og annað fundafólk, frú forseti. Ég held að það sé nú kannski orðum ofvikið að hafi orðið eitthvað stórkostlega deilur, menn bara ræddu þetta og það var engin æsingur að ég taldi. En ég persónulega greiddi þessari tillögu atkvæði mitt, það er að segja frá Jóhanni Halda, sem að hljóða þannig að fjölskylduráð áréttar að það er rétt hvers foreldris að sinna trúarlegu uppeldi og trúarlegri innrætingu barna sinna á eigin forsendum og beinir því til stjórnenda fræðslustofnana að láta af heimsóknum til trúfélaga, hvort sem er á aðventu eða í aðdraganda annarra trúarhátíða. Það að börn fari í kirkju trufla mig ekkert stórkostlega. Ég held að ég hefði ekki haft frumkvæði að rembast í þetta, þetta truflar það mig ekki. En sko það sem að sko í þessu tilfelli tel ég mig vera nokkuð hægrisinnaðan. Ég trúi alveg af öllum sálarkrafti á það að fólk eigi að hafa frelsi til þess að velja hvort að menn fari í kirkjur eða ekki og það vill svo til að því var slegið fyrir fast að 57,7% íbúa Múlaþings væri í þjóðkirkjunni að mig minnir og það vill nú líka svo til að fólksfjölgun landsbyggðarinnar nánast alfarið utan hvítanna er bundið við erlenda ríkisborgara sem að setjast að og þeir eru kannski ekki þessarar eru kannski af einhverjum allt öðrum trúarbrögðum og mér finnst það að vera réttur þessa fólks sem ég tel nú þegar vera í áhættuhópi fyrir því að verða nú gengur mér aftur að finna illa að finna orði sem ég var leitað á sama fjölskylduráðsfundi sem verði útskúfun verði svona fyrir einhvers konar útskúfun að þeim sé gert að segja nei, við trúum ekki eða við viljum ekki fara í þessa kirkjuheimsókn vegna þess að við trúum á eitthvað annað almætti en ríflega helmingur nei, þetta var ekki rétt góð framsetning hjá mér en
allavega margir samnemundur. Það sem líka í þessu sko, ég ekkert viss að kirkjunni sé einhver sko stórkostlegur greiði gerður með því að fara þarna ef að menn vilja á annar borð stunda trúboð, sem að mér heyrðist nú vera svona svolítið línan hjá sveitarstjórnarfulltrúa Þresti Jónssoni. Ég veit hver svona hann er. Og það má hvað sem ekkert. Eða þá, sko, þannig að þessar heimsóknir, ég held að það sé alveg í algjöru lágmarki hvað menn fá að fræðast Jesú Krist hvað sem þann ágæta mann. En það sem stendur líka í þessum viðmiðunarreglum sem að stuðar mig, sem vill hafa frelsi að leiðarljósi í þessu, að það sérstaklega tiltekin kristnin. Það stendur bara í þessum viðmiðunarreglum sem stjórnarráðið gaf út 2012 eða 14 var annað hvort, að 2012 var sagt að sko þá tiltekin kristnin að sko heimsóknir í kirkjum í tengslu við stórhátíðir kristninnar telst hluti af fræðslum trúarhátíður og menningarlegar afleif þjóðarinnar, sem alveg rétt, Íslendingar í sögulegu samhengi kristin þjóð. En þetta finnst mér, þó að margir séu mér því ósammála, og það allt í lagi, að vera mismun á trúarbrögðum og í landi þar sem á að vera trúfrelsi. Svo stendur í þarnæstu málsgrein: eftir fremsta megni skal forðast að nemendur og foreldrar séu settir í þá aðstöðu að þurfa að gera grein fyrir lífsskoðunum sínum. Þetta finnst mér bara, fyrir mér þetta bara þetta bara algjör, fer þvert á hvort annað, þessar tvær setningar. En ég vona að ég hafi svarað þeim spurningum sem að mér var beint. Takk. Já, Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, lokið máli sínu. Þeir eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Þröstur Jónsson hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Já, forseti, það eru fundarmenn. Ég hafði það í kosningaræði minni, ef ég man rétt, fyrir síðustu kosningar, að eitt af markmiði mínum væri það að berjast fyrir Jesú Krist, hvað sem ég sagði færi á því. Og það er kannski ekki rétt að nota orðið berjast, vegna þess að þetta snýst mjög kærleikann sjálfan mjög mikið, og ég best afsökunar á því að mér var mikið niður undir hér áðan og kannski æsti mig full mikið, eins og skap mitt segir til En sko, sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson kom hér að hann efist að það sé kirkjun í hag. Það snýst bara alls ekki það. Það snýst það hvað æskunni og börnunum til hagsbóta. Og sko, að menn eigi ekki opinbera lífsskoðanir sínar, þá nú orðinn sko mikill vandi, vegna þess að hver eru lífsskoðanir gagnvart jólasveinum, hver eru lífsskoðanir gagnvart kók og poppi og þessu fyrirtækjun og þessum rithöfundinum og svo framvegis, eða samtökum ýmsum sem fá að koma inn í skólana. Lífið einfaldlega þannig, það mjög fjölbreytt. Já, það eru til hann trúarbrögð, aðal trúarbrögð Íslendinga, allavega nafnum til, eru ennþá sem betur fer kristnir sko. Og ég bara einfaldlega hlynntur því, og ég algjöru andstöðu við það að það eigi einhvern veginn að líta á það að þegar kristni kynnt og sá boðskapur sem þar sem getur ekki skaða nokkurn mann, að það sé einhverjum hætta búin. Þeir sem eru búddistar eða islamistar eða þeim sé hætta búin að fá að heyra þann boðskap. Það sé bara einhvað stjælulegt.
Og það er þessi gríla sem er búið að búa til, það er búið að búa til einhver umgjörð utan þetta sem er ljót, hún er ósönn og hún er óholl. Og við búum við það, hér í Múlaþingi sem annars staðar, að börnum líður verr í grunnskólanum, stanslaust, og árangurinn er að minnka, samt er kostnaður um grunnskólakerfið að vaxa. Og ég bara velti fyrir mér, sama tíma þetta gerist, hefur kristinfræði og öðru er, eins og Eyþór Stefánsson sagði, maðurinn Jesú Krist, hann var enda Guð og maður, er ýtt út. Þetta gerist á sama tíma. Gæti það verið að börnum liði kannski bara betur í grunnskólanum okkar ef að þessi boðskapur fengi bara að komast þar inn sem sannleikur, rétt eins og landafræði. Vegna þess eins og ég las upp hér fyrir ykkur áðan, það voru yfirgnýfandi líkur og það er kannski skemmdarverk sem er orðið, það er búið að fela það og jarða það. Það eru yfirgnýfandi líkur að Nýja testamentið sé bara hárrétt í öllu, ekki sumum, öllu. Þannig að ég vildi bara koma þessu að og vona það að það ljós komi að Kristi fá að koma inn í skólakerfið okkar vegna þess að það er jákvætt, það er kærleikur í því, það er allt gott í því. Og svo vona ég nú svona í framhjálpi líka að 17. júní 2023 að þá fái þjóðsöngur Íslands að vera spilaðar undir þegar fjallkonan gengur inn í salinn, Guð land, land vors Guðs. Það var ekki gert síðast hér á Egilsstöðum allavega, í hátíðahöldum. Og ég veit það ekki, ég ætla svo sem ekki að setja mig í það spámannsæti, en kannski tengist það einhvern veginn því að það kom eitt mesta skítasuma sem hefur komið hér í langa tíð. Sveitarfélaginu eftir. Takk. Einmitt það, já. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu fundarmenn. Eins og ég skil þessa bókun sem að Jóhann Hjalti Þorsteinsson lagði fram í fjölskylduráði, þá er svona að tala það að það sé kannski hlutverk foreldra að sinna trúarlegu uppeldi, ekki skólastofnana, og ég held að þessi umræða snúist kannski dálítið mikið það. Og ef það er hlutverk skólastofnana að vera með trúarlegt uppeldi, þá er svona spurning hvort að eigi ekki að gera öllum trúarbrögðum jafn hátt undir höfði. Það eru fjölmörg trúarbrögð iðkuð hér á landi sem annar staðar. Hvað varðar andlega líðan ungs fólks, þá held ég að það hafi ekki svo mikið með trúarbrögð að gera. Það er hægt að trúa á ýmislegt sem að hjálpar fólki. Ég held hins vegar að tæknin, samfélagsmiðlanir og hraðinn í samfélaginu sé mun stærri áhrifaþáttur í hvernig líðan barnan okkar hefur farið niður á við. Ég ætla ekki að hafa þetta lengri í bili. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum leið. Ívar Karl Hafliðarsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, frú forseti, það eru fundarmenn. Svona ef ég ætla að snúa út og segja að það trú Hildar á að þetta sé allt samfélagsmiðlum að kenna er náttúrulega ótrúlega. Nei, en mér fannst bara kannski það sem ég fór aðeins, að þetta var nú svo ég las það bók um meirihluta sem greinilega olli svona að menn gátu ekki sett sig á, sem ég fannst bara mjög fína mörgu leyti. En það snýst kannski alveg það, er eðlilegt að trúfélög geta komið og boðið í heimsókn krökkum á skólatíma til að koma til sín. Og það gildir jafnt í þessum reglum sem eru núna, það geta öll trúfélög gert þetta. En þetta var ætlast þessi tengslu við einhvers konar hátíðir eða annað. Ég áttamála því, þetta geta alveg komið vandamál þetta, menn það geta komið vandamál við alls konar hluti. Og en ég veist að það bókunni taka luft á þessu og ég vona það bara að þið feilir kannski ekki starfsmönnum alfarið að gera þetta, þessi ágætt bara að þið klárið þetta inn í þessari nefnd og komið með nýjar, svona, eins og ég, samræmdar reglur þetta. En þetta ég svona ekstra ráða mörkunur því að mínum huga þessar heimsóknir í kirkjuna eingöngu samveru og svona ákveðin bara, já, samveru og kærleik og annað.
ég veit alveg að þetta að því þetta fer fram í kirkju, þá þetta bara þetta heitt mál fyrir ákveðna aðila og þannig að ég held að vona að við stígum ekki ófast í því að það þetta bara, hvað ætlum við enda? Ég deili því með þresti, sko, ég held að því miður að segjum bara misræmi í gjöfum jólasveinsins í skóinn, það miklu meira vandamál í skólum heldur en hverju fór í kirkjun eða ekki, sko. Þetta alltaf spurning, hvað alltaf að byrja og hvað alltaf að enda? Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleifsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vil taka til máls, Guðrún Ásta Tryggvadóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og aðri fundarmenn eða fundarfólk, ég fari ekki að fundinum á þess að segja nokkuð og þetta mál mér líka mjög hugstætt og stendur hjarta mínu nær verandi bæði kristinn og kennari, sjáu þið, ég gerði grein fyrir lífsskoðun minni en ég get bæði séð rökin með og á móti. Í grunninn held ég það að fara í heimsókn í kirkjuna sé hluti af menningu og menningar uppeldi. Við höfum líka skyldu til að kenna gagnrýna hugsun, við lærum líka gagnrýna hugsun með því að sjá hvernig aðrir lifa og hvernig samfélag okkar hefur verið uppbyggt. Ég fagnaði mjög að við fáum að sjá í alls konar menningu en staðreyndin samt svo að við höfum hér fleiri kirkjur. Það ennþá þjóðkirkja og flest okkar erum kristin. Við kveðjum ættingi okkar í kirkju, langflest. Við tökum líka á móti þeim. Við hefum mörg hjónaböndin okkar, ekki ég reyndar því ég er ógift, en þið veitir, og lifi sinn, bara svo að komið fram líka. En ég sé svo sannarlega ekki skaðan í því, kjósi ég sem foreldri að vilja ekki að barn mitt fari í kirkju, þá á ég við það uppbyggilegt samtal það og við sem skólafólk, svo ég tala líka sem skólafólk, erum fullfær að hjálpa þeim að takast á við það bara að fara að gera eitthvað allt annað og við gerum það reglulega með alls konar aðra hluti af því, við erum líka með börn sem eru vegna fötlunar geta ekki tekið þátt í ákveðnum hlutum og svo framvegis. Takk fyrir mig. Já. Sveitarstjórnarfulltrúi Guðrún Ásta Tryggvadóttir hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vil taka til máls undir þessum leið. Svo ekki, þá teljast fundagerði fjölskylduráðs nr. 56, 57, 58 hér lagðar fram til kynningar. Þá erum við komin að liði nr. 36 sem fundagerð ungmennaráðs Múlaþings nr. 18 og ég ætla að opna mælendaskrá þessum leið. Það er engin sem kveður sér hljóðs og hún er hér með lögð fram til kynningar og þá komið að síðasta og langskemmtilegasta liðnum, skýrsla sveitarstjóra, engin þrýstingur. Forseti og gott fundarfólk. Ég er nú ekki alveg sannfærður þetta sé langskemmtilegasta liðnum. Ég ætla svona að fara yfir það helsta sem á dagana hefur drifið og svona hvað starfsmannamálin varðar þá það náttúrulega þetta hefðbundna. Við erum með okkar vikulegu fundi með stjórnendum og eins þannig mánaðarlega fund með starfsfólki í stjórnsýslu sem alltaf tekið sama dag og sveitarstjórnfundar. Þannig að sáfundur var í morgun og hann var ágætur. Jafnréttisteymið og starfs- og kjaranefnd þessi teymi eru virk og eru að funda og síðan tókum við starfsfólk stjórnsýslu vinnudag á Borgarfirði þar sem var hluti dagsins fór í greiningavinnu sem að var að mínum að til bara mjög góð og síðan tók heimafólk við okkur og leitt okkur svæðin. Ég fundaði með fulltrúum orkufjarskipta og fjarskiptasjóð varðandi ljósleiðaramálin í Berufirði og mögulegt samstarf við RARIK í tengslum við lagningu 3-fasa rafmagns á svæðinu og ég bind vonir við það að þessi mál skýrist því að það voru bara svo því sé komið á framfæri að það er bara frekar jákvæður tónn í öllum þessum aðilum gagnvart málinu. Varðandi samskipti við ráðuneyt og þingmenn þá áttum við ágætan fund með háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðherra sem kom hingað í heimsókn hingað austur og ég fundaði í vikunni með fulltrúum framkvæmdasjóðs og ríkisegna varðandi uppbyggingu á aðstöðu fyrir lögreglu og toll á Seyðisfirði og það svona í ferli samningagerð það mál.
Ég átti líka fund með fulltrúum forsætisráðuneytis og umhverfis orku og loftslagsráðuneytis varðandi færslu húsa á Seyðisfirði. Þar sem að ég lagði svona megin áherslu á það að það framlag sem gert ráð fyrir frá ríkinu að það verði uppfært í samræmi við það kostnaðarmat sem að við létum vinna á sínum tíma. Niðurstaðan svo að þetta fari í endurskoðun í samstarfi við Minjastofnun og það stefnt að því að hittast aftur í janúar og við skulum bara sjá hvað kemur út úr því. Mér fannst alveg vera skilningur fyrir þessum áherslum. Þetta í rauninni kostnaðargreiningi sem við létum vinna, hún vönduð og það er á grundvelli þeirra greiningu sem að Minjastofnun falið að taka þetta til endurskoðunar, sitt mat. Varðandi samstarfsverkefni, það voru haldið stjórnarfundir í Egnarsfélagi brunabótar, ársölum og í stjórnsamtaka sjávarútvegsfélaga. Það hefur verið fundað reglulega með aðgerðarstjórn almannavarna að undanförnu og þá einkum vegna mikillar úrkomu hér á Austurlandi sem hefur svo sem ekkert farið fram hjá okkur. Það var í tengslum við þetta var haldinn íbúafundur á Seyðisfirði, eða með íbúum á Seyðisfirði, þetta var fjarfundur, þar sem að upplýst var stöðumála og farið yfir sérfræðinga Veðurstofu, fóru mjög vel að mínu mati yfir það hvernig þá vöktun sem í gangi og ég held að það var bara ósköp eðlilegt að þarna væri óróleiki en það var mjög gott að fá þessa sérfræðinga til þess að fara yfir þetta með okkur og gera okkur grein fyrir þessu og ég held að það hafi alveg skilað töluverðu. En það verður líka lögð á það áhersla áfram að svona efla þessa upplýsingagjöf. Hún bara mjög mikilvæg og líka að fólk átti sig á því að þarna það hægt að fara þarna inn á ákveðnar síður og í rauninni fylgjast með þessu án þess að það séu haldnir endilega það sérstakir fundir. Síðan eins og hefur komið fram hér á þessum fundi okkar núna í dag, þá var haldinn íbúafundur á vegum ofanflóðasjóðs þar sem var farið yfir þessa hönnun varna sem byggja á frummatinu og mínum mati þetta fannst mér þetta bara mjög áhugavert og þessar útfærslur sem hefur verið að tala þær eru sem sagt finnst mér vænlegar. Þetta mun koma til okkar til afgreiðslu mjög fljótlega þannig að þegar þegar það mat hefur fengið afgreiðslu á sveitarfélaginu þá svona stóra verkefnið að berjast í því og fyrir því að fá fjármuni til þess að fara í þessar framkvæmdir. Það kom alveg fram á þessum fundi að það ýmislegt ef við erum að halda okkur við þetta og kannski maður ekki kannski kannski maður ekki nálgast hlutina rétt en ég finnst svolítið sérstakt þegar við erum að vinna í því að verja byggð, verja íbúabyggð að við þurfum jafnvel að bíða í 2 ár eftir umhverfismati á því hvort að þetta sé vænlegt eða ekki. Og þetta mál sem að ég hefði gjarnan vilja ræða við stjórnvöld. Þannig að það alveg vita að við megum grípa til varna ef að váin skellur á en þurfum við endilega að bíða eftir því. Þannig að þetta svona eitt sem að við komum nú á framfæri á þessum ágæta fundi. Í vikuna átti ég ágæta fund með útvarpsstjóra og þar sem vorum að ræða mastursmálið að Eiðum og það nú komið fram í fréttum að það liggur fyrir að það verður tekið niður og á þessu fundi kom fram að bara staðfestan það þessi langbylgju sendir eða þessi langbylgju sending í rauninni að verða barnsins tíma
Þannig að mastrið verður tekið niður og væntanlega verður það í janúar eða febrúar, bara núna fljótlega eftir áramótin. Þannig að ljósa sjóið sem við höfum fengið, eða sumir hafa fengið að njóta þarna, því fer senn að ljúka. Og síðan varðandi menningar og menntamálin, þá var ég nú þeirra ánægði aðnjótandi að vera þarna við 100 ára afmæli í Seyðisfjarðarkirkju. Mér fannst þetta býsna, já það var bara býsna áhugaverð athöfn og þannig að voru þetta ekki 4 prestar minni mig sem voru þarna. Og það gerir það verkum, sko, þeir voru allir bara mjög góðir, en það gerir það verkum að athöfnin var svolítið lengri því að það þurfti hver og einn að koma einhverju framfæri. En þetta var bara flott athöfn. Við áttum góðan fund með fulltrúum Krabbameinsfélagi hér á Austurlandi og Krabbameinsfélags Íslands. Þar sem að þeir var að vera þessa hugmynd með styrkleikana næsta haust hér á Egilsstöðum, og það verið að í framhaldi af því kom bara formlegt erindi sem að við höfum í rauninni tekið jákvætt í, að sveitarfélagið muni þá bara styðja við þetta. Það verið að horfa til þess að þetta yrði þá mánaðamót ágúst-september og við munum svo fá bara betri kynningu á því þegar nær dregur. Síðan voru úthlutanir og uppbyggingarsjóði Austurlands í síðustu viku og það var bara virkilega ánægjulegt að sjá hvað sko margir aðilar í rauninni og mörg verkefni innan Múlaþings voru að fá styrki og þarna úr uppbyggingarsjóðum. Og líka það að þessi verkefni þau voru ekki öll á einu stað, þau voru dreifð í rauninni allt svæðið. Og ég vil bara nota þetta tækifæri og óska þeim aðilum sem hlutu styrki hér innan Múlaþings innilega til hamingju með það. Og síðan nú ekki hægt að gleyma jólakettinum sem að var haldið núna í fyrsta skipti síðan í desember 2019, síðasta laugardag, en þetta hefur legið niðri vegna heimsfaraldurs. Þetta var, við mættum þarna með sveitarstjórnarbekkin og fengum að eiga og náðum að eiga þarna bara gefandi spjall við íbúa, og eins og maður hefur oft upplifað áður að þarna eru íbúar að koma sem ekkit endilega að koma til okkar hingað upp á bæ eða á skrifstofunar í kjörnunum í sveitarfélaginu. En þegar þau sjá okkur við borðið, við sitjórnarbekkin, þá áttar menn sig allt í einu á að heyrðu bara rétt að koma hérna framfæri þessu eða hinu sem þau hefðu annars ekki gert. Það var bara töluvert ábendingur sem komið þarna til okkar. Við munum síðan koma þessu áfram ýmist inn í fagráð til afgreiðslu eða til starfsfólk, en öllum erindunum verður svarað. Þannig að þeir einstaklingar sem lögðu fram og eða komið ábendingar munu frá formuleg svör. Og svo lokum þá vil ég bara nota þetta tækifæri og þakka þessa vönduð vinnu sem bæði kjörnir fulltrúar og starfsfólkið hefur lagt í við gerð fjárhagsáætlunar og langtíma fjárfestingaráætlunar. Að mínum mati sýnir niðurstaðans það að við erum á réttri leið og við erum nákvæmlega sammála allar útfærslur. Nei, en það svo sem ekkert, ég held að við séum algjörlega sammála markmiðið og það það sem skiptir máli og það það að efla okkar samfélag til framtíðar. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ef við notum tækifærið og óska okkur öllum gleðilegra komandi jóla og þakka fyrir gott og gefandi samstarf á árinu sem að líða. Takk fyrir mig. Þá hefur Björn Ingimarsson sveitarstjóri lokið lið 37 skýrsla sveitarstjóra.
Dagskrá fundarins í dag er þá tæmd og ég slít þessum 30. fundi sveitarstjórnar Múlaþings.